komið heil og sæl og verið velkomin að tækinn. Já, góðan daginn, góða kvöldi. Karlbræður sem að heilsa ykkur. Við erum heldur betur á skriði þessa dagana, Birkir. Þetta menn tala historical run. Já, menn að tala að þetta sé generational run. Og við fengum með Óla Ragnar í þætti 300. Fengum hann bara. En það ekki minni sleggja núna. Og ég held ég mér að hafi plata gest dagsins að hann væri þáttu 300 en já, það óseint núna. En gestur okkar í dag Egill Einarsson, frumkvöðull, leikari, skemmtikraftur, enga þjálfari, lífskunstner og það bara spurning hvernig þú vilt láta kynna þig inn. Það var rosalega kynning, maður. Segir bara takk fyrir mig. Já. En það hárrétt, Birkir laugað mér fyrir einhverjum 3-4 mánuðum síðan. Málega hann búin að senda mér svona 6 skilabúð í svona 8 ár. Hann búin að terrorisa mig á Messenger með að fá mig í spjall og ég hef alltaf bara svona, ég annarkot ekki svara eða ítt einhvern veginn sparka boltanum áfram, jú, tökum þetta einhvern tímann en ég lofaði honum ef ég fer í viðtal einhvers staðar, fyrst til ykkar Þú gerði það ég stendi það Já. Og en hann sagði við nokkur mánu hörðu, þáttu 300 er það ekki, við gils í það er það ekki rosalegt svo loggaði mig inn á podcast-appi og sá að King Ólafur Ragnar og þóttu 300 en ég hugsa, ég get ekki tuðað yfir því the besti forseti in the history of mankind eðlilega þáttu 300 Já. og það verið astnalegt ef ég hef verið 300 og hann 301 þannig að ég mist bara geggjað að hafi snúið þessu við hana Já. og ég er bara mjög ánægður að vera komin Já, og líka geggjað að koma eftir þessum kóng Já, við ætlum að vera með sama handrit í þessum þetta Já. Eða ekki? Jú, við ætlum að byrja á nákvæmlega, þið breyttu engu bara sama handrit Nei, og við auðvitað hrikalega ánægðir með að vera komin með því hingað til okkar lang besti engaþjálfari landsins með Fjarðarþjálfun Gilsarans þar sem að færi komast í staðinn vilja Jú. og auðvitað einn af þríeykinu FM 95 Blö búið til fjölda þátta og bóka og Ég held við höfum nú innsiglað þessu í þessari glæsilegu Kanaríferð sem við fórum í nóvember. Já. Það held ég að við loka þessum til. Já, sko þá alltaf kynntist ég ykkur félagum þar og þeir eru meistarar sem það fórs ykkur félagum og það er a hell of a time í þeirri ferð. Já. Fyrsta skipti sem er búið erlendis í brúðkaup. Ég er alltaf að heita fólk ég var að fara til Ítalíu brúðkaup. Aldrei verið búið í brúðkaup erlendis. Loksins, 1N. Já. Hendi þetta á Kanari. Aldrei fætti Kanari. Ég ætla bara að Tenerife 6.000 sinnum sem ég var hliðin á. Þannig að það er gaman. Það var líka gaman að vera með Agli á hóteli sko, því að við erum dálítið svipaðir sko, ekki í ríkjámsbyggingu sko, en svona í karakter og líka svona, við vorum mættir fyrstir á barinn. Já, þið voru sömu dagskrá svolítið. Já, það var svona 10:30 kannski. Já, ég er yfirleitt vaknaði að snemma hann erlendist, þeir eru næmir í svona 500-600 milligram á koffinni, sem er oft kaffi og svona rippar blandað saman í ykkur blöndu og tek tölvunni smá stund og svo bara leið og barinn opnar þegar maður er jökul, það er svona yfirleitt formúlan. Já, þeir eru ekkert allir alveg á sömu dagskrá hérna blöðbræður. Steindi er að skríða saman kannski upp úr hátið 1. Reyndar hann hatar að sofa, Steindi. Þannig að hann er fyrir að sofa seint. Hann er samt oft vaknar furðust snemma fyrst með á. Við erum með tjatn sem er logar allan sólarhengin sem við erum 3 á. Já. Hann er ofta sína helviti snemma, alltaf með grislinga sem þurfa að fara í skólan bara klokkan 8. En hann hatar að sofa, leiðalls að gerir. Hann er oft í pottinu bara, ofta ég vakna á mótnana, er bara mynd á rauðvísglasi eða, í pottinu, kannski bara 02:00. Svo er að vakna 7:30. Já, harður. Það er leiðalls að gera að sofa. Það er skemmtilegt. Já. Kannski eitt, erum við að koma inn á, það gerist þetta margt í þessari ferð. Já. Það var eitt sem ég kannski reiknaði með að heyra í blöð, sko. Það var framistæðan á Kolbarnum. Já. Hefur eitthvað tekið það? 16:00? Nei, Og ætlaðu að taka það? Ég ekki bara rifjað upp í sammenningu þess með það koncept. Já. Þannig að hver var ykkar upplifun af því með það atrið og Ásgeir þannig á þessum? Sko þessi ferð var föstudag til þriðjudags og við tjekkum okkur inn á hóteli hann kring 2-3 litið og eins og þú þekkir, fólk fer bara tekur töskunni sínu upp á herbyggi og svo bara hittust niður á bar eftir klukkutíma 2. Já. Flestir þeir bara henda sér drastlinu, skipti föt og fara niður en Kolbarn okkar gera hvað fyrst? Já. Hann fór á bak og það ætlaði bara, það er auðvitað ekkert að því. Nei. Hann er bara, það er Kolbarinn, hann er hugulegur og hann stundar samlíf með frúnni. Sem er ekki frá sig ferðandi. Nei, nema það bara, að þarna eru flestir einhvern veginn bara tjekka sinn og bara hugsa, þegar maður hitta allar í lobby, ef ekki að hengja bara, fólk hengi fötun upp í skápa og svona og skottast niður. Einmitt. Kolbarinn okkar bara að gera niður þessi
nýmættur út, ég minnst þetta bara, minnst þetta sérstæð búist en ég er úrslega gaman að þessu þannig að þetta bara En svo alltaf fekk hann hringingu Það var alltaf kvartað Já, það var kvartað Háakvörstun Já, en samt eina sem weird það var kvartað klukkan 4 dag sko Ég vilt það kvartað það nótt Já, En þá getur ímyndað þér samt Já, þú veist, ef það kvartað klukkan 4 þá þetta ekki basic samlíf í gangi sko. Þetta hefur verið og það þarf að vera alveg rosalegur háaði til einhvern enn að taka upp síman og segja ég veit að klukkan 4 en þetta er ekki lægi hérna sem er í gangi við hliðina með núna sko. Þetta er heldur vel gert á Kolbarnum að ná kvörtun klukkan 16:00 hábjartan dag nýlent hversu graður er Já, þetta er síðan sem við datt eftir flugi en Kolbarn hann við náðum að djöflast að það síðanum og hann var með miklar áhugjur af því að ég myndi segja þetta í F9 fyrir blöðu bara leiðu ég kemur heim þú veist, kvartaði yfir kl. 16:00 við hábjartan dag út af það var mikið læti í herbergihör ég er bara hlífuna við þessu en þetta er komið út núna og ég ætla að kenna ykkur þetta því að þið byrja að ræða þetta, ekki ég og Ásgeir, ég fæði vantilega símtöl frá honum svona korter Já, þú getur forverðið á okkur bara Þetta var þræl gaman, það voru fleiri sem að lögðu sitt á plóin á Vogarskálarnar, Birkir Já, þú stóðst þig líka vel Já, ég barnaði konuna mína hana Já, það er rosalegt Það er mid-July Ertu maður staðfest það var í þessari ferð? Það er staðfest Ekki daginn áður nú fórstu eða eftir þetta er það nákvæmur í þessu Þetta var ekki eftir check-in sko en þetta var að það í Kanari Það er rosalegt Þannig að þetta var góð ferð. Þannig að eitt enn er svolítið bara Guðfæður. Er það ekki? Jú. Og hann líka heldur betur. Er gríslíkur leiðin í honum. Já. Þannig að það skemmtilega er að hún er 10 og hann er þristur sko. ég skil ekki að með hann og krít hvernig náður í þess að kellur sko. Þannig að hún sagði bara við hann, hörðu, ef þú ætlar að fá barn, Auðun, með einu enni, þá þarf ég hring hérna og við þurfum að gifta okkur. Hörðu, og það var valla búin að segja I do þegar það komið gríslingur. Nei. Þannig að til hamingju, þannig að þetta er þið báðir hérna, þetta var stórt, þetta var geðverð. Sko reynd eitt til að slúta þessu, brúðköpi, það var líka áhugavert í meira lagi. Þið voru þarna á bekk hérna og voru að hafa, voru með jager og... Þetta var bara svo huggulegt hérna, þess að sett upp utan dýra. Hérna, þetta var eins og ykkur bíómynd. Og alltaf, en við Íslendingar erum alltaf takaðast meir í keyrslu heldur en Spánverjum, sko. Tvær fylkingarna, svolítið, tveir skólar. Við vorum einhvern veginn svona, Íslendingar voru meiri gýr en aðrir. Þannig að við keyrðum þetta svolítið í gang. Já, það var uppbytun hana bara frá 9 morguninn og þetta var ekkert eðlilega gaman. Og Kanari líka, veist, þá bara drullur hýnt að vera Kanari. Geðveikt að vera Kanari. Aðeins og rólegra, veist, ég röltaði niður á strönd og satt okkur á veitingastað og horfði kringum mig og sagði til Gurri, hörðu, það er engin börn hérna. Sáttu bara á veitingastað og það tjenir í fyrir allt í börnum. Já. Þarna var ekki einn krakki. Nice. Þannig að hérna, það er aðeins eldra krát á Kanari, minnum kids, en samt góð gæði á veitingastöðum. Og hann að ég peppa það alveg. Fleiri, ég meina, Björn Bragi og Sóli Hólm fara reglum til Kanari. Já. Þannig að Kanari hefur alveg verið svona á upplið þarna. Það eru komið komabakaldi. Ég held það. Já, þetta er frábærstæður, mælum með honum. Sko, þetta er þetta rosalega komandi frá harasta teinimanni landsins. Já, þetta er meðmæli. En svo bara prófaði þetta og ég verði að viðkynna, þetta var næs. Við þurfum bara að endurtaka þetta í ár. Já, það væri gaman, en við erum kominir, þetta er auðvitað tímóta viðtal, fyrsta viðtal í mörg ár. Hvað var til þess að þú gafst eftir? Sko, ég hef alltaf hugsað, að búið beðið mig að koma í mörg podcast viðtöl. Ég hef alltaf hugsað að þú veist að fólk heyrir í mér í F9 og blöðkastinu, er það ekki bara nóg að hvernig það fara eitthvað spjall annar staðar. Og svolítið konseptið, en er ekki fínt bara að fólk vil heyri eitthvað í mér og er það bara hana. Já. En svo það Birkir búin úr óþólandi í mörg ár. Og svo lofa með þætti 300 sem maður enda sveið með. Þannig að ég hugsaði bara, ég bara mæti bara í gýr. Þannig að, já, það er ekkert meiri hugsun bak við það, sko. Ég er bara einhvern veginn, þú veist, við erum alltaf með 2 þætti í viku félagarnir og, þú veist, af hverju að fara eitthvað spjall annar staðar, svo finnst mér þið félagar skemmtilegir, kynntist ykkur á Kanari og mæti bara í gýr. Já, og heldur betur og glæsilegu líka, hvert allar til að taka það þátt í mynd. Sko, eitt sem langar að spyrja, við erum svo sem ekki að fara okkur að dýft hérna, en við ætlum að hafa gaman að þessu. Egill Einarsson versus Gilsarinn. Er þetta 2 ólíkir persónuleikar? Sko, ég held að það sé best að útskýra þetta að Gils hafi verið, ég veit ekki með þetta er aðeins rólegra núna hérna í útvarpinu og hérna en það var í gamla dag með bækurnar og pistlar og svona, það var svolítið ykt
útgáfa af sjálfum mér. Í rauninni, þú veist, ég gætt sagt hluti hérna á bloggsíðum og pislum sem hérna Gilsen Egger sem að ég hefði ekki látið út mér sem Egill Einarsson í fjölskyldubúði og fóröldrum mínum eða með vinnufélögum eða vinum í rauninni, sko. Þannig að mjög ýkt útgáfa af sjálfum mér svona held ég best að til að útskýra þetta. Já, klart. Sko, mér langaði tóldi að því að það sko, við Leifur erum að þeirri kynnslu og að Gils eiginlega bara átrúnargóð okkar. Við erum alveg þarna upp, við lærum mannasiði. Við erum að tala um það að ég hef lesið eina bók ævina. Ég á nú ekki verið að segja þetta, ég myndi bara að segja þetta og það mannasiði Gils. Og ég las hann svona 17 Ég hef aldrei snúið rassinum að stelpu í bíó þegar ég labba fram með hann síðan. Aldrei. Þetta er náttúrulega, og líka sko skemmtilega við þetta að á þessum tíma, eða þú veist, þegar mannasiðir kom út, þá voru sér bara kallmenn, ungir kallmenn, ekki að lesa hann en að fekkst ekki að lesa bók, sko. Nema þess Þetta var út þannig að þetta þú veist, það var nú góður árangur, þú veist, menn tóku upp hérna bók og lásu þessa, það hefur gaman að henni. Þetta er þetta comedy bók, sko, en þú allan að lasta hana. Ég las hana svona 17 sinni og ég þarf að lesa hana aftur, ég bara fann hann ekki en mér langar að byrja tóldi á sko kallandi.is, það svona það sem við Leifur kannski náðum ekki og kannski aðeins eldri hlustendur náðu og fyrir þá yngri sem að náðu þessu ekki sko bara byrjum að hvað var kallandi.is? Sko partí hans, eða leður hans Jóhann Ólafur Skötter félag okkar, hérna er a nerd Veist, hann er a nerd, hann lítur út að sjá jock lúði, eða skil, bara það og hann er mjög tölvuvætt veist, þess að núna vinnur hann á Tetta Ponsu og hann með eitthvað 6 skjái að bóka, besti bókar sem Ponsan hefur á æfi sinni fengið, sko og bara svona segur hann bara riggar upp heimasíðu hann sem var þá 2004 eða hvað því félag gamlir 2004? 8 ára, sko. Þess vegna mistur af þessari veislu, sko. Já, eðlilega kannski. Og þarna bara riggar hans upp síðu og við erum ykkur 18-19 strákar og bara allir komin á síður, allir með ykkur prófíl og byrjum að blogga. Einhverju fleiri en þú og hann sem að maður þekkir, Sko, já, þú þekkir heldur marga, ég er bara ekki viss að þeir vilja ég sé að telja þau upp. Sorry, hann að það sem gerist að við erum 18-19 hann eitthvað á svo síðu og konsepti var að allir myndu bara að byrja að skrifa eitthvað og setja hann inn nema ég kannski svona virkastur hann og leður hans mögulega líka og síðan bara share escalate saman sko við erum með þetta er bara bloggsíða það sem gerist að hún er alltaf koma á topp 10 vinsæstu síðu landsins og meina síður, ekki bloggsíður bara vísir mbl.kallanir.is bara áttu ykkur vinsaldunum hana á þessu tíma og svo vorum við með svona jammyndir sem, þú veist, þarna eru ekki símar með myndavél á það var fórst á jammið, það var ekki neitt með myndavél fórst bara heldir í þig það var ekki myndaðir nema hjá okkur félagun og þetta voru raw jammyndir það var ekki verið að stilla neinum upp það var bara tekið myndir drita út allt og svo var þessu bombað inn voruð bara með eitthvað gauðra og eitthvað snærum að taka myndir? Nei, við vorum bara jamminu með myndavél og við þurftum bara að fara alla helgarni í bæ og sko þetta var jammyndina voru svo vinsælar fólk bara refreshaði síðuna eftir helgi til að skoða það sko og eins gott þú varst ekki að halda fram hjá hann í bæ þú kannski verið paparazzaðar hann og myndan teknir bara til loftu og okkur stöðum út allt sko og það var ekki að spurja sætlvinni, viltu vera með að mynd það bara tekið mynd, sett inn og svo var bara þjóðin bara á takkanum, refresh takkanum hvernig kom mynd og ef það kom ekki inn þá fengum við bara heitmenn, hvernig koma fokking myndinar inn þannig að þetta var ógeðslega vinsælt þessi og var þetta bara allar helgar? Já, við bara sleftum ekki lífið þarna snýrist bara að vinna og svo bara fari og fengi sér nokkra kalda á niður bæ sko. Þannig að jammyndina voru mjög vinsælar og svo fórum við að skrifa og vorum að svona prómotera þennan lífstíl að borða holt, lyfta á lóðum þú veist, vera með tanið upp á 10 þú veist, taka rakakrem sem er svolítið komist að við skrifum ykkur heilu pislanum hvernig þetta hugsa húðina en við áttum enginn átti rakakrem sko þannig að þetta var mikið horse shit sko við lögðum bara bull sko og en tempóið á síðunni var rosalegt og svo kemur viðtal líklega hefur það verið ári eftir við lonsum í Fókus devaf með fyrirsögn sem eiginlega varla hægt að hafa eftir jú, ekki bara segja fyrirsögni var það var svona bara heil síðu viðtal
við sprengjum í kettlingar sem þið rungið ykkur yfir. Þetta var fyrirsögnin í blaði, þú veist, sem og eins og þið kannski fattum þess að fyrirsögn og elskuðu við að pirra fólk. Þannig að þetta fór eðlilega í taugarnar á morgum og þarna kom svona eitthvað svona bíf milli trefla og hnakka. Það var svona, við vorum gæjarnir sem prómoturum metro lífstíl og svo vorum við að skjóta á 101 gæjan sem með trefil og kann ekki að raka sig og eitthvað þannig að þetta var svona komið eitthvað bíf þarna á milli sem alltaf var í rauninni ekkert bíf bara við að fíblat sko. Þannig að þetta var alltaf bara eitt stórt grín sem bara eskjuleitaði rosalega. Já, sko, en þá verður maður að spyrja sko bara gils, eða þarna varstu þetta gilsinegger. Hvernig kemur það? Já, sko, það var allir með ykkur astnaleg viðunefni á þessari síðu. Ég man ekki hvernig við smíðum þetta gilsinegger allana. Það kemur hann svo styttist það bara setna í gils og bara margir kalla með það ennþá í dag sko, en gilsinegger var þarna þetta nafn og svo veist, í rauninni með kallana.is þetta er gríðalega vinsældir hana hún er opin í rauninni síðan ég held að sé frá svona janúar kannski 2004 þá hún til að Hansi skellirinn í lás bara hann 2006 og í ágúst eða eitthvað hún lifði ekkit, lifði ykkur 2 ára og eitthvað en píslarnir mínu fóru að veka það er svolítið athygli, en að Mikki Torvar hringir í mig og segir, hann var hann Richard D.A. Hvað segir maður að skrifa pistil D.A.F. hérna einu sinni viku? Og ég bara, þú gæst alveg saman okkar baðst með þessu tíma, ég var klár. Bara hringdir í mig, hvernig klárið þetta? Þannig að ég hef skilin pistil í hverju viku, D.A.F. og bara því grófari því betra, þetta er bara þannig koncept, skilurðu, bara ég gerði ekki annan að pikka bíf um menn og láta menn heyra það og hvað varst að skrifa? Sko, ég þarf bara eiginlega senda þetta á þau og ég vil tárast úr hlátri. Margt náttúrulega var mjög fyndið og margt var allt og gróft og eins og til dæmis bara, tökum sér dæmi bara einn af bestu félögum í dag, Hugi hann fekk alveg lestur frá mér þessu tíma sko og þetta var bara allt milli heimins og jarðar. Ég bara þurfti að skila inn einum pistli í viku og ofta er ég bara farið við hvað sem var að gera til samfélaginu hverju sinni og tók mitt teika á það og minn hátt og svo frá því að tala hvernig þetta haga þær í gimmunni eða eitthvað, bara ekkert random, það var ekkert, ég mátti bara gera þess ég vildi. Það var ekkert þannig, Mikki Torvar var ekkert að segja með, voru að skila topic tengt þessu eða eitthvað, það var pistill skila á honum. Og þannig að þessi pistlar eru mjög vinsælir, þetta var 2005-2006, þannig að eskjuleitar frá köllunum yfir þess að D.A.F. pistla og svo bara hann í framhaldinu 2006, náttúrulega heyrir beðum að gera sjónastátt þarna á Sirkus, það sem við tókum menn í makeover sko, tókum svona okkur að lúða og gerðum á hugulega og tókum Gunnar Samloku meðal annars og Davíð Þór Jónsson og Gussa sem var í Fossbræðrum og svona, þetta var sko þessi sorglega þetta er líklega besta TV in the history of mankind, við finnum það ekki. Nei, það er ekki bara hægt að nákvæmst þetta er ekkit eðlilega fyndið, við erum að kenna fórum alltaf með og gerðum á kaffibrúna og dressum það upp og kenduðu hvernig að tala og þetta var svo kom Geir Ólafs oft inn með Celebrity Appearance sem var líklega að finna þessi í síðu sko ég elska þann meistara þannig að þetta gerist þannig að svolítið hratt þannig á þessum tíma svo kemur Biblía fallega fólksins líka þannig að þættirnir eru hann í 2006 ofan á þennan Biblíuna mistir endar á jólunum og það er eitthvað skítið, hún bara seinið eða eitthvað og þú veist, ég veist, bækurna mínar eiga að vera svolítið jólakoncept sko. Íslíka er ekkert mikið að köpa bækur í janúar sko. Hún missir að jólunum kemur út í jan þannig að þá nær hún ekkert jólabók á flóðinu og þú veist, seldist alveg fínt en ekkert líkingu við að þetta hefur verið hérna í DS sko, því að þetta var svolítið þannig líka með, eins og með kallana ástafur svona mikið traffík á síðun að við áttum fans og haters og ég held að the haters að það farið miklu oftar á síðuna en the fans sko. Þannig að það var rosaleg traffík sko. Þannig að ég held að Biblían á þess tíma hefði líklega verið þannig að þetta hefði verið the fans hefði fengið hana, en líka þetta verið svona gríngjöf fyrir the haters sko, þú veist, út okkur vins og þóld okkur ekki, hann hefði fengið Biblíana sko, það hefði verið eitthvað þannig sko. En sko, maður pælir í sko, að því að þarna þetta er fyrir tíma, þó líka þegar fólk notar að dóra, þetta er svona fyrir tíma vóksins, eitthvað einn, þú veist, en það er samt fólk sem var að mókast þarna yfir þessu. Já, það var samt, ef þú lest þetta þarna, þú fær semi-sjokk sko. Þetta er svo, þú veist, í dag það er svo eitthvað, þessi dóti myndi koma til í dag, þú myndi bara svona, er þetta hvað er að gera þetta? Þú veist, það var svo miklu harrið þolmörk fyrir grófu grínið þarna en í dag, sko. Að þetta er eiginlega bara, þú veist, ég get alltaf að lesa þetta í dag, sko, ég er bara, þetta er svo, og ég reyni að útskýrta þannig að, kannski eru fólk svona sem að
þú veist, að hvernig það að vera að skrifa okkur pistla og bækur á þessum tíma, þú veist, að þegar Facebook kemur reglulega með svona memory, að vera að review upp eitthvað svo settir inn fyrir ykkurum, eins og fyrir ykkur 15-16 ára síðan eitthvað, svo við erum með þetta í blökastuna og ég review upp gamla status sem blöð sett í 2009-2010 og hann segir reglulega bara, shit, skrifaði ég þetta? Var ég bara, hvað var að mér hann? Er eitthvað rugglaður? Já, þú veist, ímyndaðu hvernig líður þú lest gamla status frá þér, settu það svo yfir í heilu pistlana. Þá veistu hvernig mér líður því ég er að lesa þetta pistla og sagði, skrifaði þetta? Í fyrsta lagi man ég ekki eftir því, og hugsaði, hvað ætlaði að vera að mér líka í þokkabót, sko? Já, sko, það er eitt átna, fengur margar spurningar og mörg ráð fyrir að þátt og það er mikil spenna verið þætti og sko, þú hefur talað opinskátt að þú og Blöndal, þið gerðið eitthvað samning eitthvað á milli, að hann ætti að reyna að gera það frægar og þú myndi koma hann úr stað. Já, sko, Blöð kemur til með þjálfun með Jón Gunnar Geirdal en og í sporthúsinu og þá sko, en þarna er ég samt komin í gang með því að þú veist, hann er kallandi búin að ná þessu flugi og bókin og eitthvað, en Blöð er með, þú veist, The Memory of the Elephant og hann segir að ég hef sagt þetta, þá er bara 90% líkur að það hafi gerst, sko. Þannig að en svo var ég á þessu tíma að tóka mig reglul inn í öll og sveppa í eitthvað flip og svo alltaf var ameríski draumurinn, þú veist, mikill hittari líka. Já, þið langaði að verða frægur. Já, mér fannst þetta ógeðslega gaman. Þetta verið til í allt, sko. Þú veist, þú hringdir í mig bara, devapistlar, já. Klár. Síðan bara bók, klár, sjónvarpsþáttur, klár, já, bara gein í þetta allt, sko. Já. Og fannst þetta ekkert eðlilega gaman, sko. Já. Og líka það bara gaman að vera í svona þáttum og það ástæðan fyrir ekki að segja við Blöð, veist, að henda mér inn í eitthvað þessu því að það er svo skemmtilegt, sko. Já, klart. Náttúrulega kemur líka inn í Wipeoutið þarna. Já. Geðveikt entrans þar. Já, það var rosalegt. Í Argentínu, það er gjótt sem að vera þangað, 13 tíma flugvél. En náðu að vinna minn þátt þar. Já. Þú varst líka að keppa þar, sko. Þú ætlaðir ekki að... Já, ég náðu að undirbúa mig fyrir það, sko, aðeins og þannig að það var drullu skemmtilegt, sko. Og með þess að Guðni okkar besti sem klippti það, besti klippari landsins, að meira þess að hefði getað látið mig lítið ennþá betur út því að sópurinn til dæmis sem var að sópa þar af, þau höfðu að stoppa hann. Þeir voru búin að hækka hann í botn og setja hann í satt og þau gátu og þeir náðu ekki að sveipa, ég fór ekki af. Hoppaði endalaust. Sem var ég öskra á þessa gæja hana, can't you swipe me up? Á þessa gæja frá Argentínuna, þau höfðu bara að stoppa. Ég sagði, gæti ekki látið við að það verið þættin. Þannig að það var bara klippt út. Þannig að það var great honor að klára Wipeoutið. Já, trúi því. Já, sko, svo langar mig að taka Mercedes Club og DJ Muscle Boy. Já. Hvernig verður Mercedes Club til? Hver er hugmyndin og hverju voru í kringum þetta á þessum tíma? Þetta er svolítið, þetta er svo ongoing theme að það kemur allt bara upp í hendurna á mér með allir einu símtali. Þetta er bara, þú veist, það er bara hringt í mig og beðin að gera bók og hringt í mig og verið að gera hana þátt og það er bara saman Mercedes Club. Ég er bara í sporthúsinu á miðvikudegi, hringi Valle Sport í mig á miðvikudegi, blæsaður. Það er talað um Valle Sport það. Hvíslar allt, sko. Það er ekkert eðlilega svalt. Ég hef aldrei heyrt hann tala eðlilega, hann hvíslar allt sem hann segir. Hvað þið gera fyrstæðin? Bara ekki hugmynd, sko. Ok, og hann segast, Barði er fengið til að gera lög eða lag fyrir undankeppni Eurovision og Barði er náttúrulega ekkert eðlilega fyndingæi og ekkert eðlilega góð tónlistamæður at the same time. Já. Og þetta er Eurovision og þú veist, Barði er náttúrulega ekki að snobba mikið fyrir Eurovision og hugsa bara, sendur bara eitthvað komedi hann út. Þú veist, bara trollu þessa keppni. Þannig að Valli hringir í mig og svo það 3 sterahausa. Og ég bara, ok. Þannig að ég, partí hans og Gasmann, sitt með okkur inn í það. Við náum 1 eða 2 ræfingar. Hringir á miðvikudegi, þetta var fösti. Þetta gerist á, þetta er ekki eitthvað svona, við bjögum ekki til hóhó í 6 til 7 mánuði og svo, það er bara, 2 sólarhringur seinna er ég komin upp á svið. Og ég næði að taka sóló þarna á hljómborðinu eins og fólk hefur kannski einhverjum að séð og ég er alltaf pökkum saman þessu undakeppni hana og svo kynnist ég Ceres 4 er mest í toppmaður sem ég kynnt, sko, hann er ennþá 4% fitar, sko, alltaf eins, sko, þannig að við mætum bara þetta er allt mæma náttúrulega í undakeppninni, sko. Já. Þú veist að það er enginn að syngja og hljómborðinu alltaf var ekki í sambandi og þetta er bara reyndar í aðalkeppninni þar, sko þú máttur á playbacki en þetta syngja.
Þú veist, þannig að það ef við farið alla leið, sko, og þetta syngja, sko, en hérna, við bara förum áfram og svo bara, Mercedes Club hún fór ekkert eðlilega hratt upp og hratt niður. Ég held að vera svona 4-5 mánuðir þá getur þú var til, þá getur þú dó. Þetta hlýtur ekki svona með. Bara út af Valli Sport, náttúrulega svo mikil meistari, sko, hann fór svo mikið af góðum hugmyndum. Það er að segja að Valli Sport sé besti markaðsmaður landsins, ég held að það bara rétt, sko. Hann fær 20 hugmyndir, segjum kannski að, segjum að 16 séu slakar, en alltaf með 3-4 alvöru winners. Þannig að, á þessum tíma náttúrulega bara, allt rugli sem var í gangi, ekki opna blað þegar maður sjá Mercedes Club, sko. Þetta var ótrúlegt. Já, maður manið þessu. Þannig að hei, var bara, þetta voru 2 dagar, þá þú fréttir af þessu og þá varst komin upp á svið að flytja þetta. Já, og svo bara, þetta bara, gerum plötu og sem þetta glimrandi dóma, sko. Og átt af því að gæðin sem gerir lögin engin amatör, sko. Þetta barðið, sko. Svo gerir Jón Gunnar textan meira frelsi. Sem alltaf var hann að auglýsingarna fyrir Síman á sín tíma, sko. Þannig að en svo bara, ég held að, sko, við gigguðum yfir okkur. Þetta er skólabókardæmi hvað ekki að gera út í hljómsveit. Hvað gerist eftir Eurovision? Sko, við alltaf á nokkuð gig sem við lendum í, það er ekki margar hljómsveitir sem lendi í Hostile Crowd. Mercedes Club lendi reglulega í Hostile Crowd. Þegar að, eins og til dæmis á hestamannamótinu, 20.000 manns, Mercedes Club mætin. Og þetta var rosalegt entrance. Þetta er gamli skólinn. Við erum öll á okkur pallbílana fyrir utan, og svo setti kerfið bara svona lögguhjól og ómar staðinn. Við erum að tala hann er bara hestamaðurinn með kúrekahatt og í vörinni og svo komum við félagandir hann inn, spólandi inn hann, bara keyrandir fram að alla. Sko, hestamaðurinn fyrst trompaðist, stóð allir upp og klöppuð og allir í gír. Þannig að þetta byrjaði mjög vel. Mistökin hins vegar eru að við ákomum að taka bara plötuna bara í reynsli, bara náðast í gegn, sko. Og spila lögin í heild, sko. Þannig eru lögin, svo í dag eru lög 2,5 mínúta kistla, þannig er bara 4 mín. Já. Og spila alla plötuna, það er bara allir konar, fólk er bara að segja, þetta ekki var að búið það. Skilja, ef það taka 1 lag, 2, max. Það eru öll lögin tekin. Sveppi er hann að sjá þetta, hann að kynna þetta. Og svo kemur Haffi Haff með Celebrity Appearance. Hann kemur svolítið inn í, Haffi Haff kemur svolítið í Mercedes Club og þegar Haffi fór á girðinguna, fór svona hömpast á henni. Frá hömpast á girðingunni. Sko, hestamaðurinn hafði ekki húma fyrir því. Hann nefndi ekki að sjá Haff á girðingunni, ofan á tókum heila plötu og þá lendum við í Hostile Crowd. Fólk að púa og það var þreytt, sko. Þannig að við lendum nokkru sinnum, Hansi fekk svona glóstikk í hausinn og einu gigi. Þegar ég mætti ekki eitt gig, fólk fór að öskra, hvað er gilsarinn? Og Hansi fekk svona glóstikk svona í ennið. Og þegar líka, það er eitt gæi á Blönduósi var að gigga, setti hljómborðið í samband, það var hrikalt atriði. Og ég ætla að verða að íta á takkana, þegar þú getur ekki, þegar ég er að þykja að spila á píanóinu, þá íti ég á þá. Einhver trúður hérna, sem var fremst, setur það í samband. Ég horfði á svipun á hann að gera það og það var það svo fyndið og ég var bara, sjóka bara ég bara fuck. Það var að taka þetta samband, gaf okkur hljóðmanni skilabóð bara með svona handabendingum og kipti þessu samband alveg hvern. Gæi hleypur á snúrun og rífur hann úr, sko. Þetta var alltaf nokkrum mánuðum. En voru þið, sko, svona að öllir gríni sleftu, sko, voru þið svektir að hafa ekki unnið Eurovision? Já, ég var að ljúga, myndi ekki segja, þetta vildu við fara til Serbíu og við hefðum alltaf skorað held ég hátt, sko, því að lagið er catchy sem þarfti Eurovision, það var öðruvísi, skilju, allir beru ofan okkur rugl, þannig við hefðum alltaf, við höfum skorað vel, það er alveg 100%. Þannig að Íslendingar drullu aðeins á sig þarna, þú veist, taka þessa keppni ekki aðeins og alvarlega og senda smá, þú veist, flip út, sko. En Friðrik Ómar, hann ákvað að pakka það saman? Já, Friðrik Ómar var ekkert að grínast í þessu, hann sko pakkaði okkur saman. Og líka This Is My Life er ekkert eðlilega gott lag. Það er reyndar ógeðslega gott lag. En hann líka pakkaði saman hvað glimur í... Já, hann reif mækinn af raglistinu og sagði glimur hæst í tómri tunnu. Þannig að hann var sparkað hann í liggjandi menn. Við vorum pingu litlir, að tapa. Og ofan á það tekur King Friðrik og mækinn og svo lesi yfir okkur. Var hekað. Svo voru við sviknir líka í aðdragandanum, sko. Páll Óskar Sveigur. Nú? Já, segast
Pállóska fer í eitthvað í Vestló og segir, hörðu, við höfum þetta á hreinu, það er allir að fara að kjósa, hó, 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 við séum hei, bara svona, við fréttum af því, hörru, King Pállóskar er að peppa lagið maður, það er huge. Hörru, hann er keiftur yfir, King Fyrirgómar tekið hann á fund, síðan fréttum á hann, hörru, hann er fann að plugga Fyrirgómar. Bara faðir Eurovision mættur það. Já, og svo breyttuðu laginu, fyrsta lagið af allt í lagi, sem gjör breyttuðu fór í This My Life, það var ekkert eðlilega vel spilað hjá þeim. Ég tek bara hattinn af þeim, sko, bara gjössamlega pökkuð okkur saman. Þetta var satt gaman, þetta var hann í smárlindinu, það var svo mikið stemningarna fyrir Eurovision, sko. Við erum alltaf búin að rífandi kjaft og í öllu fjölmunum áttum það bara í aðdragandunum, allt Ísland var að horfa á þetta. Þannig það var meira ruglið. Kaldi. Vorið komið og sumar jafnvel líka. Það gaman að sjá trén laukast, sauðburður, golf, hlaup, kostningar og nógum að vera. Sumar Kaldi auðvitað komin í sölu og hann passar fullkomlega til að slaka á eftir amstri. Kaldi 0-0. Gaman að fá sumar Kalda afturinn. Já, ríkalega gaman. Íslandsveður. Við erum auðvitað með Gils í setti. Hann er nú naskur og byrjaði snemma að fjárfesta í Íslandsveðum. Já, einmitt hvatti fólk til að fara í sjóði. Já, og bara þó var ekki fyrir einhverja háar upphæðir, bara prófa. Af því að svo vinnum maður bara, þetta kemur reynslunni, sko. Það er 25% afslátt að kostnaði við kaup og greiðir ekki afgreiðslugjald þegar þú kaupir í Íslandsbanka appinu, í sjóðum Íslands sjóða. Rétt. Og lágmarksupphæðin, það er 10.000 krónur. Já, það er ekki nema. Nei, þannig að menn geta, það er að gera að byrja hjá Íslandssjóðum. Sessor. Verkefnin kláruðu alla leið. Sessor tekur auðvitað við verkefninu frá greiningu yfir í innleiðingu breytingastjórnun. Þeir eru með þjálfun starfsfólks og eftirfylgni, þannig að þeir eru með þetta bara frá A til Ö. Þar til breytingarnar eru orðnar hluti af daglegu starfi og hafa skilað varanlegum umbótum. Já, þeir eru ekkert að flagga einhverju vöru og svo bara fara þær, segja nara. Nei, nú. Það er frá A til Ö hjá Sessor. Þannig að þú fengið að þið verið bara af svolítið handahófi, en ertu þarna að finna bara, mér langar að gera meira af þessu. Sko, Valli Sport bara þurfti 3 sterahausa, skilur, þetta ekki meira það. Nei. Þannig að hann ringi bara með, hörðu, smá flippin og þú klár. Þetta var ekki meira, en svo var þetta bara, eðlilega, allir með heilastar sem ég fatt að það að mestarklubba grín. Þú veist, þetta var comedy concept, sko. Og en svo einhvern veginn bara var þetta þurfti skemmtileg, ég meina, það var 3-4 mánuð að kistla, en þetta var gaman. Og kynnt alltaf barða þarna og svo er Valli, við erum góði félagar í dag, en þarna svona, já, var gaman. Þetta er gaman að vera upp á sviðið, það allt er geðsjúkt. Og svo mestarklubb mætti í höllina þegar við félagar vorum með giggið ferminguna í F9 blöð, 10 manns í frjálsýtahöllinni sem enda dreifleðilegt með þetta atriði í lobbyinu þegar tróðningur var, en en hljóðið í bara krátið þegar mestarsklubb tók þetta á kompakt, það fór allt á fokking hliðið. Það ekki. Og líka gasmaðurinn hann var 95 kíló skafinn þegar mestarsklubb var hann á sín tíma, mætti 118 kíló skafinn í fyrstu. Nei. Ég ekki séð það lengi, ég hugsaði hvernig gasmaður sem búin að grennast eitthvað. Sá hann lapp inn, ég bara, já, neina, ekki bara grennast neitt, sko. Ég þykkan gæja, sko. Þannig að það var klárlega eftirspurn eftir smá kompakki En svo náttúrulega heldur áfram og náttúrulega DJ Muscleboy sem er svona virtasti DJ okkar Íslendinga og jafnvel þó við að vera leitað. Og hárétt hjá þér. Þú varst ekki komið nóg á tónlist, þú vildi fara að prófa að vera solo. Já, sko, ég veit ekki hvernig þetta gerðist í rauninni, sko, það er beat þarna í mannasíða þáttunum sem er óslega gott og Stop It Go gerir og það fæðist hugmynd að bara klára þetta og breyta sér lag og ég tala við strákir í Stop It Go og Top Men og þá fæðist Látir sem við neglum út hana og það alltaf verður bara, þú veist hvað er 2012? Þetta er 2014 og það bætir ykkur met og íslenska listanum bara fór ekki út toppsætinu bara í ykkur 8-9 vikur eða eitthvað náðu rosalega flug á YouTube, sko þú veist, basically bara viral á YouTube áður en ég var kift af því að ég held að, sko það er eitt atriðana sem eru úr þáttunum sem ég girði aðeins niður með eitthvað og YouTube hefur tamarka húmor þess tíma fyrir einhverjum rassaskorum, sko. Hann hafa flaggað 18+ á YouTube og misti allt momentum. En var á álfur róli, sko. Bara svona, þú veist. Generations. Já. Og og það var bara, þú veist, svo er ég að taka ykkur DJ gig og fyrst það gaman og en það skemmtilegast ég gerir með þetta Muscleboy grín er, sko, að smíða lögin er það skemmtilegasta. Bara, þú veist. Þú pælir alveg í því? Já, alltaf að spá í hvað var gaman að gera næst hvort sem að sé eitthvað remix á okkur gömlu lagi
eða comedy, þetta svona blanda af grínlögum, sem með ykkur setningar sem fólk er borða holt og bull, sko eða bara, þú veist, remix eitthvað laga með Celine Dion eða eitthvað skilja, hana, og ég hef gaman að þessu og meðan ég hef gaman að þessu, bara halda þessu áfram það er svolítið konceptið hérna, hvort sem FNI Humblu eða Muscle Boy eða hvað, veist, ef ég hef gaman að því, veist, why quit? Já, mér veit líka, þegar maður er að fara á einhver gig hjá þér, sko, það er helviti gaman að þú ert kannski bara með DJ fyrir aftæðig og þú ert bara hoppandi að upp á sviðinu. Já, út af því, sko, þetta er svolítið sjó með Muscle Boy konceptið, þess að það tekið þessi stóru gig, tek 2-3 ári og svo segi ég bara nei við flest öllum, sem ég hringdi mig með. Það er ekki, þú veist, eins og Heiður Östmann skilur bara á græjunum og tek Óskarlög, sko. Nei. Þetta er, veist, við eigðum svona 100 klukkutími að smíða þessi sett eins og við erum á þjóðatíð og eins og kótel þessu stóru gegnum og hérna mesta vinnan er undirbúningurinn og hérna og svo hefur þetta verið hann að ég hef verið með, þú veist, eins og nú er Dr. Viktor með mér undanfarið, þannig ég er svolítið bara með mækinn kolvitlaus og hann er svolítið á græjunum, sko. Það er svolítið gott teimi þar, sko. Hann er líka glæsilegur. En ég hef ekkert eðalega gaman að þessu og ég hlusta náttúrulega, þú veist, þetta er alveg ekkert grín, ég elska þessa tónlist, þú veist, svo strákandir öddur og sattum mér, er þetta eina svo hlustar á það? Þá er ég bara í bílum, ég dreina sig að hlusta á. Í alvörinni. Og þegar kom einhver sett inn á YouTube eins og vinsæla hátíðum eins og Tomorrowland og fleiri, þá bara ég elska þetta á lífur. Væri ekki rosalega að fá TJ Muscle Boy á Tomorrowland? Já, sko, ég held að væri, sko, getur ekki bara sendt maila á það? Ég og Dr. Viktor erum helviti gott heimi og hann er með alveg metnað sámeistar, ekki bara sem DJ, heldur líka sem að doctor. Og hann er thinking big. Hann er líka alvöru læknir, svo að þessi haldið til haga. Já, bara drullu góður, sko. Bara fyrst í gæðin eða gríslingu tekur á pest og sendi ég bara skilabóð hann og hann svarar og reyndar ég með nokkra góða líka lækning kringum eins og Jens og Gumma Móla en allavega þú veist ég er toppmaður, drullu segur líka bara sem DJ og svo er líka Dr. Vittur svo nice guy hann er bara ekkert eðlilega almennilegur og þægilegur, duglegur það er bara svör frá hann messenger og bara öllum tímum sólarhengsins og hann að við höfum gaman að smíða þessi sett og með þetta Muscle Boy dæmi ég gef út lög því ég er í gýr og því ég nenniði og því ég nenniði ekki og sleppiði og svo gaman átti við sumatíman og svona og þetta er svolítið sumarkoncept finnst mér en fólk tekur þetta í gimmunu ég er ofta búin að lenda á okkur playlistum og allar heim og það eru gæjar og bandar svo Kanin hefur gaman að þessu Sverri Bergman var einhvern tímann í einhver college campus í Bandaríkjunum og gæinn spurði hann hvernig hann þekkti DJ Muscle Boy sko, og hann hringdi í mig og sagði að þetta rugglaði sig í lendi þannig að þetta er húmor sem Kanin hefur gaman af og er á okkur spinning playlistum hér og þar sko er oft reglulega að senda ykkur kveðjur, það er ykkur gæjar að gifta sig í Bandaríkjunum, ykkur gæjar tekst að elska DJ Muscle Boy sko ég sendi ykkur kveðjur við hefðum bara getað misti, ég hugsaði þegar Láter kom fyrst og þetta var á þessari siglingu maður hafði ekki séð svona tölur áður sko Nei, þú veist, og líka sem þetta sýnir svolítið hvað sorglegt hvað þetta er þunn lína að einhver hluti farið væral og hvað ekki því að ég held að sé ekki að skrifa ykkur handritaði ef við myndum segja, hvernig gerur þú vídeo sem fer væral, það er ekkert script eins og hann með Láter þú veist við eittum 0 krónum og það fór rosalega siglingu bara sjálfu sér saman með Muscle Bells hérna jólalægið þetta er önnur saga sem er jafn sorglega sko að Muscle Bells bara grínlega sem fólk blastar alltaf fyrir alltaf í topp 5 listan hjá mér við jólin fólk endar þetta einhverjum að við gerum lag þessi ég klæði með þessi jólasveitn og og Ingi Bauer er að hjálpa mér að klippa það hann stelur klippum af Senta TV í Finnlandi pælið eitthvað finnin er rugglaður það er sjónvarpsstöð sem heitir Senta TV og hann er að stelur ykkur klippum á einhverju jólasvein og þetta er tölurnar sem kom á YouTube með Muscle Bells Justin Bieber nær þeim ekki það var bara geðsíki það var bara komið á rosalegt það mikið rönn að gæinn sem átti Senta TV í Finnlandi sá þetta og hann reportar það dött og hann nær hún sko og Ingi Báur náður um eitthvað síman hann brjálaður hann sagði bara gæði brjálaður hérna og Senta TV í Finnlandi þannig ef að þau ekki að tala hann af því að þú veist reporta og svo er þetta svolítið hann með svo YouTube þegar eitthvað vídeo komið á flug þú veist það verður að halda áfram hann á flug þannig að það kipt út við tökum út Senta TV í partinn setjum aftur inn en flugið er farið það er alveg vinsælt þetta en ekkert en þetta var þú veist mörg 100.000 views bara á klukkutíma ef og hefði maður þetta er smá ef og hefði en ég er satt svo margir svo viss hvort þú veist hvað þið gesti þetta fengið að rúlla áfram þú veist það endilega jákvætt þú veist
Ég En veit það ekki. maður pælir samt í það því að, þú veist, auðvitað, það er líka, eins og Egill talar um þetta er fín lína, en það er líka fín lína upp á að þetta er góð tónlist, en svo er þetta líka grín og þetta er skemmtilegt og maður hugsa, þú veist, eins og þessi gaurar, þessi DJ-ar, David Guetta og þessi gaurar, þú veist, Já. þeir eru ekki bara eitthvað smíð eitthvað sett, þetta er ekki eitthvað snillingar, þú veist. Sko, í rauninni, það er ákveðin hæfileiki og talent svo þarft í að smíða gott sett, sko. Ég tek öll þessi sett, eins og bara Ultra og Tomorrowland og það er, veist, helviti margir sem bara með slögg sett, sko. Já. Þannig að þú veist, þetta er snýst að þarft að byrja þetta sterkt, þarft að húka krátinn strax, bara fyrstu mínúndunum, svo þú komið sing-along kaplana og veist, þú voru enda með dramatík alltaf, og sing-along, þess að fólk tárast og það er formúlan. Þú smíðar ekki bara einhvern veginn sett, sko. Nei, og hvað og David Guetta smíðar góð sett, þú voru að gefa kredit fyrir það, en auðvitað eru þessi DJ-ar, þú veist, er ekki allir að smíða sín lög. Nei. Það eru bara með eitthvað svíja sem smíða lögin, alveg svo, þú veist, hann er ekki smíða lögin sín, bara eitthvað svíji, smíða þau, skilur, þetta er, en það þarf hæfileika að búa til settið. Já, geðveikar, þetta er Netflix Avicii, sko, það var auðvitað bara bestið sem við mátt, sko. Já, og það er þetta með gæja sem, sko, smíða tónlistina sjálfur og hann byrjaði alveg sett líka, sko. Maður ekki segja, Levels og dæmi, hann byrjaði þetta dóldi. Já, og bara, þú veist, það er mjög sorglegt að, þú veist, hvað lögum er að missa af hérna heimurinn að hann sé ekki með, sko, það var alveg snillíkur, sko. Já. En ég mæli mig fyrir alla sem er að hlusta, sem langar í alveg entertainment, drullu ykkur á Tomorrowland, því að það er eiginlega skemmtilega sem getur gert í þessu lífi, sko. Já, og svo sá ég reyndar í gær, The Carlet líka, þið verið þar. Já, við erum á ég held að drullu gaman að The Carlet. Já. Það er alltaf, geðsjúk stemningana. Já. Sko, mér langar eitt, ég veit að þú komum efni í blöðu eftir, en sko, ég við höfum spurt Auðuðu kominga og Sveppi og allir, svo maður hugsaði eitthvað, ég ætlaði bara að vera 60 að gera þetta og eitthvað svona, en svo bara, þeir ekki fara að vinna sem bókarar, þetta er bara eitthvað að vinna. Já, ég lítur hún ekki á, sko, ef þú ert farin að horfa eitthvað þessi típa, hörðu, nú er kennitalan segir þetta, þannig ég hef ekki að vera lengur í þessu. Ég horfði bara, hörðu, er þetta gaman? Finnst mér þetta skemmtilegt? Áfram gakk, sko. Já. Ég meina svo, Bubbi kom með spjallir okkur daginn í FNÍum blöð og hann sagði að hann byrjar alla mótna á því að semja það ný lög, sko. Já. Þú veist, akkur að hætta þessi við skemmtilegt. Nei. Hárrétt. Sko, við töluðum aðeins biblíu fallega fólksins áðan sem að misti af jólabókaflóðinu, en Mannasegi Gils og lífsleikni Gils gerðu það ekki. Nei. Sko, að þínu persónulega mati, hvað er betri? Sko, þær eru báðar svona í svipuðum gír. Mannasegi náttúrulega svo rosalega, báðar eru metsölubækur og þetta var mjög náttúrulega magna með eitthvað fyndið að, þú veist, þetta var Arnaldur Indriðarsson og Egill Einarsson á aðalistanum, ekki ykkur undirlista hann í messöldu bækurnar hann að sem er heldur skemmtilegt, sko. Þannig að ég var á topplistanum hann og það hefur pirrað marga. Ég held að það hefur pirrað heldur marga. Já. Því að eitthvað trúður hafi mætt hann inn og bara sippa sér í topp 3. En það var greinilega bara markaði fyrir smá comedy sem þessar bækur auðvitað eru. En ég á erfitt með að gera, ég myndi halda samt að Mannasíðir og eigi svona sigurinn þar, sko, en lífsleiknið fer samt og topplista líka. Þannig að þetta var bara svo skemmtilegt, sko. Ég var bara svo marga líka konseptið að, þú veist, smíða eitthvað aðstæður, hvernig það hagar þessum aðstæðum, út með rasshaus og svo út með eitthvað sem gerir allt rétt. Þannig að það getur verið hvað aðstæða sem er, skilju. Hvernig það hagar í podcasti, það er bara einn kapli, skilju, þetta getur hvað sem er. Já. Og ég byggði rasshaus svolítið á félaga minn sem bjóð við hliðina mér hann í Devin Bögór, Gylfi Þór Gylfason, Fósetti. Já, Fósetti. Það er hinn ultimate rasshaus. Og þú veist, ef ég hef aldrei kynst Gylfa og hefði ég bara aldrei fundið rasshaus. Þannig að ég er alltaf að hugsa þegar að skrifa þetta, hugsa alltaf, ok, hvernig myndi Gylfi gera þetta? Hann er rasshausinn hann og svo hvernig þú átt að gera þetta. Þannig að, þú veist, ég geti skrifa eins og bók aftur í dag með eitthvað aðstæður, þú veist, bara með gæja sem fokkar hlutunum upp. En er ekki líka erfitt að því að þú með Mannasíðir og svo með lífsleiknir sem kemur nokkuð fljótt eftir að því að Mannasíðir, þú er náttúrulega reynt að koma öllu þar inn og það er náttúrulega gekk fárlega vel að svo ná að framlengja í lífsleiknir hýtur að vera svona smátrykki. Já, en það eru bara svo margir kablar sem ég köttaði út sem didn't make the cut, skilur, í Mannasíðum. Og svo bara fæðast nýjir kablar, nýjar hugmyndir. Já. Þannig að ég myndi aldrei vilja gefa út bók sem maður ekki ánað með, sko, þannig að koma alveg sami metnaðar í lífsleikni, en auðvitað vissi maður ekki, þegar þú hendur í Mannasíð, ég vissi ekki að ég myndi vera en topp 3 með Arnaldi, sko. Nei. Skilu, það bara, ég bara mæta hann í gír og skrifa þessa bók og ég hef alltaf elskað að skrifa og það er bara alltaf
byrja alltaf bara hann ég vissi ekki að lægi vel fyrir mig þegar ég byrja á því en ég var bara með svo bloggsíðu sko. Líka þarna var ekki en gerfingrind sko, hún gerði þetta bara sjálf. Nei, það var bara, veist ekki backup hana. Nei. Þannig að... Sko, við tölum fjárfestingur eftir hana, en þetta lítur að gefa vel í aðra hönd. Já, við veit alltaf, við komum með bók sem var í topp 3, en samt þetta er ekki life-changing amount, sko. Ekki. Þetta eru nokkrar M-skilur, þetta er ekki eitthvað... Nei. En líka út af því ég er með þannig bók, svo þú varst að fá hana og mátt ekki vel að vera á dýr, sko. Nei, það er rétt. Svona, þannig að voru með svona verð sem að fólk að dráða við, en auðvitað var það eðlilega mikil penningu fyrir mig þarna, sko, þetta er ekki 1 krónu, sko. Nei, og fyrir utan að þetta er alltaf bjóð til brandið í Gilsana, sko. Já, og bara auka kass og sér var þetta gaman, Jónas Sigurgeirsson sem, bókafélagin sem gaf út með verið, eðlilega klár náungi og skemmtilegur og þetta var eins og allt sem ég kannski, svo þemað í þessu að, ég elskar að gera það sem er gaman að og titlan verður hann frá með tölvuna með eitthvað teknosett og skrifa þess að kapla, það er skemmtilegt, sko. Já. Þú veist, þessi konsept eins og að taka Gunnar Samloku og breyta honum í kaffibrúnan, hugulegan mann, eitthvað. Dóri Gilva var líka mjög góð rassi, sko. Þessi rasshausar, þú veist, þetta er engin erlend fyrirmynd, þetta er allt bara eitthvað sem að þú tekur úr samtímanum og er svolítið ykkar kultúr og já, sko, eins og með snild. Já, eins og með þetta eins og tók þess að manna sig fyrir TV er að Kristoffer Dignus heyrir í mér sem er meistari og lænar fund og var Hannes Halldórs líka. Sæll. Og við tillum okkur bara hann á efrahæðin á vegamótum og Dignus segir bara, ég held að þetta getur verið alveg negla og ég tek bara bókina færa hann yfir í bara sjónvarsform og let's go. Og þannig er Hannes náttúrulega ekki, besti leikstjóri landsins sem allir vita hann í dag. Nei. En alltaf verið ekkert eðlilega hæfileikar ykkur, svo fólk veit. Þannig að þetta var geggju formúla og Dignus gerir bara ógeðslega fyndi handrið, breytir, tekur svona kapla sem hún veist make a sense og þá fyrir þetta í 10 og síðan alltaf var þetta algjör monster hittari ástöðu 2, sko. Þetta er líka svona öðruvísi. Þetta er ekki svona þáttur sem að, ég fær reglulega skilaboð ángríns bara ennþá í dag, að fólk að taka þættina, þau eru inn á, eins og einu bara sín hjá veitunni þar. Er einu sín plus? Já, maður þarf að taka þetta. Og fólk að taka þetta og plus líka alltaf, þetta er eiginlega fyndnar að horfa á núna en þarna, því að þú veist, það eru orð þarna sem eru sögð, sem þarna var í lagi, bara fullkomlega eðlilega að segja þessu orð þarna, en nú er þetta dag bara, hörðu, sagði það þetta? Já, ég kalla bara sín góð að hafa þetta að inni, sko. En þú veist, þetta er, eins og með þetta er aldrei eitthvað súpergróft, þú veist, eins og pistlarnir voru miklu grófari hjá mér sín tíma heldur en þetta, þú veist, það var alltaf farið yfir þetta fyrir stöðu 2 í sýningu, en samt sem áður er talandi þannig að þú fattar alveg þetta og getur svolítið outdated, en samt eiginlega fyndnara fyrir vikið, sko. Já. Sko, maður finnur það líka að þú talaður um að það er ákveðin formúla á bakvið það að gera við erum með entrepreneur hérna. Þetta lúkkar eins og þú snertir bara eitthvað að breyta í gull, en það er einhver formúla á bakvið þetta allt saman og mér langar að taka fjarþjálfuna næsta. Wow. Sko, þú veist, þegar þú byrjar í engaþjálfun, þá var ekki til sem heitir fjarþjálfun eða hvað? Nei. Sko, ég stofna fjarþjálfun.is desember 2007. Já. Og þetta er að vera 20 ára, eiginlega ótrúlegt. Og það var valla online training í gangi í heiminum á þessu tíma, þannig ef ég hatt greindavistölu að launcha þessu Worldwide, þá var ég líklega á snekju með Musk núna, sko. En ég ætla bara að fókusa bara á Íslendinga hana. Í rauninni var, sko, ég hef fengið bara gegnum tíðana svona góðar hugmyndir, þú veist, í hinu þessu, sko. Þannig að við fannst að vanta, og engaþjálfun er vinsæl á þessu tíma, en dýr, það er bara högt allir efn á engaþjálfun. En fólki vantar oft aðstóð og koma sér í fórum og þannig að ég hugsaði, sko, hvað er ekki að smíða eitthvað, þannig að fólk getur fengið aðstóð, en þú veist, það kostar ekki að mikið. Þannig að þarna fara aðstóð, þú veist, aðstóð við mataræðið, aðstóð við æfingarnar, þú ert með backup, getur heyrt í mig hvenær sem er og það er aðfall líka, þú veist, í þessu, smá pressa, en þetta er 5-7 sunum ódýrar en engaþjálfun. Já. Og þetta bara springur út nánast bara svo smelts í fingri, sko. Bara, ég fer á fund með Bylgjunni og lænum smá kistlu þar. Já. Og fór líka svolítið óhefnarleðir í marketing. Ég setti nefnum sérna risa mynd á Strætó sem fyrir vinsæstu leiðina hana.
bara veggfóraði mynda mér og bísöndum á mér hérna á strætó, hann gasti ekki annað að síða þetta og þetta rúnt höfuðborgarsvæði, þannig ég tók svona sénsa þar og það fór bara alltaf hliðina strax, sko. Þannig ég auðvitað hækka engaþjálfunni bara, ég auðvitað bara offa hana, bendi bara á því fólk byggði með engaþjálfun, bendi ég bara á strákan í sporthúsun sem eru, strákan að stelpuna sem eru öflugir í því, sko. Þannig ég hætti því bara og fór í þetta, sko. Já, og þetta er þannig í dag að komast færra en vilja. Við erum núna 20 árum setna og bara, Egill verið aðeins að gera, þetta er risastórt, hann bara bjóð til þetta konsept. Já, ekki, eins og segir, núna bara í heiminum. Sko. Já, ég, eins og segi, þarna, en ég samt, segi mér að verið thinking big á þessu tíma. Einna fyrstu til að landsöku svona online, þjálfun bara worldwide. Ég fókusa bara Íslandíka og það er búið að ganga vel. Þú getur verið stór fiskur í lítil tjörn eða lítil í stóri. Ég er líka svo sumir félagar mínir sem eru kannski með einhver business hugmyndir og ég er að hugsa einhverja sér hvernig markaðan í Bandaríkjunum, þetta er bara einhver 50 miljardar USD markaðar. Ok, en hvað eru líkurnar að okkur er fókus á Ísland? Það er bara meira nóg, fókus á Ísland og ef þetta eskuletar í erlendis, þá er það bara ok, fínt, en ekki vera, ég bara fókus á Ísland, það gengur vel, ég hef alltaf gert það, ég hef aldrei hjólað í, ég veit hvað virkar þessu, þetta gæti ég einhvern tímann tekið séns og kyrt á Norðurlöndin eða eitthvað, með svona fjárþjálfum skilur. Sko, ég ætla bara að segja það, við höfum reynt að fara með ýmis konar vörumerki erlendis, og við höfum fengið nokkra reyndhátti, við höfum reynt Collab, 6 kr. Norður og eitthvað, ég held að þetta sé, auðvitað er þetta alltaf komið núna meira út í svona eðlilega horf, en ég held DJ Musselboy er líka til útflutnings, þessar bækur eru til útflutnings líka, þetta er allt til útflutnings. Þegar þú segir það og hafa ekki reynt að fara í expansion erlendis, sko. Já, þarna er ég bara, fæ góða hugmynd, ger hana vel, þetta er vinsalt á Íslandi, en ég meni í ágering fitonline.com tók það fyrir svona 12 árum frá, sko. Shit, segur. Og ég hef verið með alls konar hugmyndir, sem er maður bara haus, þetta verður það vinsalt, það er bara brjálað að gera og þegar brjálað að gera þá maður minna kreatív. Það er ekki ástæða fyrir því að lögin og svona það sem ég var að smíða út í gegnum tíðina, svona minn bestu hugmyndir kom oft yfir sumatíma þegar þjálfurinn dettur niður og fólk komið í gólfið og göngutúrun og eitthvað og þá róast aðeins og þegar ról er að hjá þér þá farið betri hugmyndir. Þú ert að vinna, þú ert að haus allar sólarhringinn og kom ekki mikið góða hugmyndum upp, sko. Nei. Það er annað sem ég langar að spyrja þessi fjárþjálfun, var það bara það góð hugmynd að þú gæst bara fengið hugmyndina, gert góða markaðssetningu í byrjun og síðan trallar þetta bara, eða þú ert ekkert að hafa hausinn við þetta? Nei, þetta er samt, alltaf verið vinna, sko, með fjárþjálfuna, þó að ég sé ekki standi yfir á æfingum og skráðu þessi það margir í þetta er alveg vinna, þetta er bara alveg grind, 16 tíma daga, bara allir dagar og ég er alltaf bara í þessu eitt, þú fær ekkert prógram að ég hafi gert það, ég er bara alltaf bara sjálfur og ég svaraði og ég, þetta er bara, þannig að þetta er búið að vera, þetta var rosalega kyrrsla þarna á sínum tíma, sko, sérstaklega síðan þarf maður alltaf einhvern veginn, ég kom að grislingar inn og þú ert með eitthvað líf fyrir utan vinnuna, þá þarf að púsla þessu öllu saman, sko. Sko, ég verð að spyrja núna eins og við tala það er uppselt í hefðbundna engaþjálfun á Gilsarunum, það er að skrá sig í app-áskriftuna 3.990 sem er bara djókverð, en gerfurgreitin, hvað er hún að fara að hjálpa það mikið? Hún er bara ekki að hjálpa mig neitt ennþá. Hæ? Nei, ég ætla bara í svara öllu spurningu sjálf, ég þarf enga aðstóð við, fólk sendir mér e-mail með okkur spurningum, ég þarf ekki að spura gerfurgreitin neinu, ég veit öll svörin og ég ger prógram sjálfur. Mér finnst líka, ég stundu vera að testa gerfurgreitina með svona líkastætta tips og svona. Og þetta er náttúrulega game changer, hversu mörg upp heldur við, spólum bara 5 ára fram í tíman, hversu mörg fitness upp, AI fitness upp vera til. Ég held að það verði en asset eftir nokkur ár að sé human bak við prógrami, sko. Eftir X áverða þannig að fólk er bara, hörðu, nú vil ég fá mig þjálfun og það er ekki AI. Það er bara svona, allt í lagi human með AI inni, AI er aðstofamaður, en ekki alveg AI, sko. Stundum eins og ég sé það með svo með gerfugrindina, ef þú byrður að smíða prógram með eitthvað og segjum hún setja inn superset eða eitthvað, þá lesum kannski ekki alveg leikinn með, að til dæmis bara, hún fattar ekki að klukkan, ef þú ert að æfa klukkan 5 ykkur í gimmi, þá er tróðið og þú getur ekki verið að supersetta niðurtóksvélina
með handlóð með speglum, þú ert ekki að hlaupa á milli og missir tækið. Já, Þú fattar ekki alveg að það er að lesa oft leikinn, já, þú vilt hafa æfingar með súpersettar séu við hlið, svona einfalt, hún er svona, en hún er hún er góð í mörgu samt, sko, og ég skil alveg fólk nota þetta sem aðstofan. já. En fyrir fólk hann úti þetta því að við ætlum að hvetja alla til að fara í fjárþjálfun Gilsarans. Það er ekki nóg að setja bara í ChatGPT komum við í form, takk. Sko, ég held að samt, gerðugnin alveg hjálpaður, sko. Já, Þannig að og ég held að þú mun ekki gera einhver þjálfara atvinnulausa. já, þú er ekki áhyggjur af þessu. Nei, þú veist, en sérstaklega þegar 70% Íslendingar og þungir í dag, samkvæmt nýjastu rannsókn, Ég sko. myndi að spyrja þetta, akkur Það er er næsta- líka svona feitir? Já, það var næsta spurning. Já, Hvað er með það? sko, af hverju? Ég, Er 70%, það er Er það. það Já, ekki kom- BMS-stula ruglið þarna? nei, bara, það kom bara, rannsókn sem kom út í desember, veist, Ok. bara Íslendingar, ekki bara Íslendingar, við komum ekki vel út, 70% annarkot of þungir eða í offitu. Já, En sko, ég fæ mikið til að almenna borga til minn. Ég er ekki mikið af fólk sem er að preppa sig fyrir að hoppa á svið, skiljast. nei, Ef við langar upp á svið, og helling einhverþjálfarinn sem bara Já. sérhafa sig í því. Ég elska bara að fá til minn bara rafvirkjan, þú veist, blikksmiðin, lagamannin. Fjölskyldumann. Já, svo vil bara vera heilbreyðari og, kannski líta betur út á sama tíma. mm, Þú veist, ég elska þannig krátt. Ég er með bara en almenna borgara, mhm, þú veist, sem og Íslendingar eru svolítið á flegiferð, alveg sama við hvað vinnu við, þú veist, minnst allir sem koma tíminni einhvern veginn er á haus, já, skilur það koma allir var allt bara brjála að gera. hafa ekki tíma. Nei, og það er, veist, við erum öll að flegiferðina og þegar ég bið fólk að lýsa fyrir mér svona góðum degi matar, eða bara góðum degi, bara basic day, sem Ok. þú komið til mig þjálfur og segja, ok, Birkir, hvernig myndur lýsa basic day matarannu hefur? Og þú labbaði mig gegnum það. Eiginlega aldrei fæ ég að heyra góðan dag. Ekki. Þannig að eiginlega allir eru bara með slagt mataræði. Já. Og það er náttúrulega, þú getur ekki, Hvað er það þá helst? sko, þegar út af flegiferð og það er mikið stress, þá leitar í rusl. Ok. Hefur fundið kannski, þú sefur illa eina nótt Mhm. og bara svona vatna sleep deprived, þú veist, þeir langar ekki kjúklingasalat, bara alls ekki, langar eitthvað ógeð. Og hvað þá þú kannski að sofa illa, þú veist, bara í viku eða bara, þetta, og svo þegar hreyfingin slök, það er ógeðslega erfitt að ætla að borða klín, sko. Og þetta er ekki auðvelt, ég myndi ekki að segja, þetta er ekkert mál, borða það bara holt, maður, þetta er bara ekki Nei. það einfalt, en málið er að sem er yfirleitt að fita fólk of mikið, það er of mikið af, þú veist, pítsu, past og brauði. Já. Yfirleitt. Þegar ég fara að skoða mataræði fólki, svona skoða vikuna í svona heild, Mhm. það var bara brauð allt, sko. Já. Og það, veist, þegar þú ert að segja, hörðu, okkur má ekki borða brauð, veist, brauð er ekki hræðilegt af og til, en við Íslendingar erum með því æð. Já. Þetta er bara, þetta er bara að skoða mataræðunum almenna borga, þetta er bara, þú hoppar nokkuð bensínstöð, þú veist, sækjur óstastöðu fyrir krakkana og tekur inn í leiðinni. Jú. Bara, þú veist, en það góða er samt að það komnir svo mikið að þessu prótir ykkur fljótu hlutum. Mhm. Það þambeina hlæðst, við hoppar á bensinstöðu, hlæðst á banani. Já. Þú bara, þú veist, lúmsattur eftir það, þú veist, og þú veist, hittar það ekki, líður betur eftir það, hann að, Er það ekki líka þannig að ég ætla nú ekki að vera með líkamsræktar á hérna, en Nei. þú veist, fullorðið fólk þarf ekki 2 heitar máltíðir á dag og, eða hvað? sko, svo heit máltíð. Ef þú myndir fá þér í hádeginu, svo er bara kjúkling, fisk eða naut og smá kartöflur eða, þú veist, grjón með, Mhm. þú myndir segja að það veri heit máltíð, en það kemur í form. Mhm. Þannig að, þú veist, heit máltíð, þú veist, oft þegar fólk segir, ég borða bara venjulega heimilismat og svo fer að skoða hvað, þú veist, þessi heimilismatur er, Er ruslega ekki? þetta er yfirleitt rusl. Já. Og heimilismatur, þú veist, er oft bara hvað drasl, sko. En ef þetta er kjúklingur, fiskur, naut, lamb, með kannski kartöflum og grjónum og það gremmiti svo fílar, þú veist, þú getur borðað það 6 sinnum á dag og köttast niður. Þannig að þetta er ekki alltaf bara, það er heit máltíð samt. Já. Það veldur á hvað þú átt að fara í, sko. Sleppa ruslinu. Já, þetta er bara, ég vil alls ekki sleppir í alveg, sko. Ok. Og það er að, ef þú ætlar að ná álfur árangri, bara við alltaf í standi, þú veist, bara lifa lengi og vera heilbriður og bara líða vel, þá verður samt að leiða hann að milli. Þú ert nammidagskall. Já, það verður að vera, sko. Þegar þú fættið þjálfara og hann les yfir þér fyrir að vera nammidag, þú veist, þá ertu komin í hérna short term shit, sko. Mhm. Þú veist, þetta er marathon, þú veist, það sem þinn besti eiginleiki til þess að vera alltaf í formi, það er að vera þolumóð. Þannig að ég fæ til mín fólk sem er svona, ég finna að manta þolumæði, þá veit ég að það er high risk að detta út, sko. Þannig að þú verður bara, þetta er marathon og gýra inn í það er ekki allir slæma viku, þú munt taka viku, svo er bara hrikaleg. Mhm. Þú bara drullar upp á bak, að leta allir í því. En þá bara hugsa, næsta er bara góð, þú veist, ekki hugsa að ég djús aumingerið maður og dettur út og bara, þú veist, þetta er,
líta á þetta sem marathon sko. Kappal, glæsileg herrafót á frábæru verði. Já, og mjög viðráðanlega verði og samt glæsileg fött, flagship store eða flagskipið auðvitað í Smáralindinni, en þeir eru á Kringlunni, í Reykjanesi, á Akranesi og fleiri stöðum. Kappal, ég held að þetta sé eitthvað sem eftir að fylgja Íslendingum í mjög langan tíma. Sammála því og Albert og Lóa að gera frábæra hluti. Vorfatnaðurinn er mættur í Kappal, hvað viljið þið? Bóli, pólóskirtur. Kappal. Bólir, pólóskirtur, peysur, gollur, skirtur, jakkar, yfirhafni, buxur, you name it. Já, nefndu það bara. En ég var í Krónunni í gær. Já. Og ég var nú bara að leitast ég keypti nú ekkert mikið merkilegt sko. Keypti mér tómatsósu, kreatín, þegar Gilsi var að koma. Jú. Og eitthvað eitt viðbót sem ég var bara eitthvað snattast. Mér finnst bara svo gaman að skanna eins og skunda svo. Þetta svo þægilegt. Já. Bara röldum, sjá úrvalið. Ég klikkar þetta einu, ég skanna skunda daginn að ég á mig kerru. Já. Góð saga. En ég var náttúrulega ekki með póka, en ég sett allt í kerruna. Svo mætti ég eins og trúður við check-outið sko. Já, þurftir að henda þessi póka. Það allt í póka sko. Já, trixi er náttúrulega að vera með pókan ofan í kerruna. Já, það er haxið sko. Já, það var reynsluleysi á þér. Já, ég læra því. En það er þetta laust sem er tiltöfla nýja nálunni á Krónunni. Er að breyta leiknum. Eitt í sambandi við sko heilsuna áfengi, þú veist sem einkaþjálfari. Ég held á bjór nú. Það segja, já, skál, kaldi. En þú veist, bara að því að auðvitað er kannski líklegri til þess að taka kannski ruslfæði daginn eftir eða eitthvað. En líka bara, þú veist, upp á rytma og vöðvauppbyggingu. Þú veist, hvað er maður þar með áfengið? Já, sko, góð spurning. Áfengi er ekki holdt. Ég ætla ekki að segja að ég elski light bjór, eins og þú vitið. En, sko, ég er svolítið hrifin að því að taktu allan að skári kostin, eins og light bjórin, það munar slatta og venjulegum. Og ég er hrifin að lifa lífinu og koma sér í form. Já. Og ef þú drekkur áfengi, vilt hafa gaman stundum, og getur þú leist það þannig. Þetta er svolítið líka svo teneferðina. Ég teki mig sem bara svona guinea-pig í þessu. Þar sem ég bara fætti tene í kannski 10-12 daga og þú ert í bjór alla daga. Jú. En þú borða clean. Þú ert bara, í staðan var að fara að þú borða þetta í pítsum og pasta, þú ert í kjúkling og fiskréttum en þá í rauninni, þá liggur við bara, getur við í bjór allan daginn og fyrir kemur heim, próstan eins eða jafnvel niður. Þetta snýst það er rosalega. Þetta snýst bara hvað þú borðar með bjórnum. Það er the key. Þú veist, þannig að eins og bara segjum þetta bara tenisi dæmi. Þetta er bara, þú verður einhver ressa. Auðvitað tekur af og til pítsu og leifið þér. Það er bara, pítsa einu sinni viku skiptir engu máli. Oftar en það í vesinni. Það er svolítið þess að ég fæ til minn í þjálfinu, fæ ég oft til með svona krát sem vinnur í banka og lögfræðinga bankastað sem er svona sem mikið í væn og dæn. Hitta kuna og velta steinum og það er drullutrykki að vinna með það. Því að það er alltaf bara... Þú ferð ekki í kjúklingasalat á þessum fundum. Og það er bara nokkri kaldir og þetta er drullu erfitt. Þú ert alltaf að vinna með það, hitta eitthvað lið og alltaf út að borða. En að þú velur bara, fer bara í steikina, fer svo í lightbjórn, hann er í bóði, þá leysur þetta eins vel og hægt er. Þannig að þetta velja skárri kostin. En ég er mjög hrifin að fólk sé að lifa lífinu, sko. Því að leiðu banna fólki allt, sko, þá endist það ekkert, sko. En þá verð ég að spyrja, þegar við erum með ráðgefandi setti. Ef þú tekur mig og Leifur borðar 38 sinnum á dag. Já. Ég borða aldrei, drekk kannski 38 kalda, light. Föstur, ertu hrifin að því? Já, það er svona föstu æði núna, sko. Sko, ertu þá, Leifur, taka, þú veist, borðar bara hátið til kvöldmat. Þú borðar allir ofta dag. Ég er ekki middumálskall. Nei. En þú veist, þegar ég borða máltíð, þá borða ég kannski 2 diska, bara kannski 3-falt meira en einmitt fólki í kringum. Í þegar þú borðar. Já. En svo með fösturnar, að góða við, eins og er vinsælt að byrja að borða í hátíðinu og hættur á kvöldin. Þú veist, borðar ykkur 8 klukkutíma. Að góða við það koncept það er einfalt. Eins og þegar þú vaknar, þá þarftu bara, ég þarf ekki að borða fyrir hátíðinu. Það geta spá í ykkur morgum, það spá í ykkur millimáli, færi bara kaffi eða eitthvað koffi eins og þú fílar, svo bara hátíðismátti millimál kvöldmat. Passar sér prótein í hverri máltíð, ekki bara kolvetni, skilur, það var ekki frábært að bara pasta í hátíðinu, bara brauð, skilur, það er alltaf að hugsa, þú voru átt að borða, hvað er próteinið? Það verður að vera, þannig að fókusa á það, þannig að pá próteinintaka og kolvetni aðeins niður er hérna sem virka vel, nema sér að þingja eða kolvetinu upp, þannig að en á móti kemur að eins og þetta, ég hef köttað mig niður með þessu 3 máltíðum og ég hef köttað mig niður með 6-7. Þú veist, bæði er hægt. Skilu, þetta getur ekki sagt að en að vera bara í einni máltíð á þetta.
Já, það veist, sko, eina sem eru ágjör af til lengur tíma, ein máltíð á dag, þá getur þú að tapa kjöti og það er x mikið magna próteini á dag til þess að, þú vilt haldi við á það massan. Já, passar. Þegar þú verður old piece of shit, Já. ekki, og ætti að labba út á bílastæði út í bíl, mistígu þig, mjálmabrotnar, þá er þetta búið. Þá bara hitti fjölskyldur og spítal og segir, þetta er búið, Byrki, þannig að þú vilt sleppa því. Ég skal viðurkenna það, mér finnst kaldið það góður, ég hugsa bara, mér finnst kaldið það góður, ég verð bara að borða einu svona dag og þá refsa líka minn ekki það mikið fyrir að fá mig kalda. En það er ekki, ég myndi ekki segja, það er ekki óheilsu saman, það er miklu verður um að borða 20 dag, sko, skilur, og hérna, þú borðar klín og en sko sjúklingur tekið eitthvað svona nokkra daga svo verður borðar sjaldan eins og dag, tvisvar eitthvað, svo kannski koma daga svo farir það aðeins oftar sem veldur líka á markmiðum hverju sinni, veist? Ef þú ert að lyfta vilt bæta þau vöðum og sama tíma taka fitubóstu niður sem bara eitt enn gifti sig aftur veist, konan getur skipt honum út, hann er 3, hún er 10 sko. Þannig að við kannski fyrir aftur hann var svona að hækka um einhverja 4-5 cm hörðu, hann reyndar er ekki lengur 3 hann fekk nýja mjöðum hörðu, fór 5 sému ég var að hugsa bara og ég fór með nýja mjöðum það var geðveikt að fór 1,84 í 89 sko. það var verið til í það sko. Fá 5 séu en þetta verður svolítið á markmiðunum en mikilvægt að svo getur gert og ég er mjög hrifin að ég fæ fólk til minn bara almenn heilsa er að sé mest áhuga í dag bara lifa lengur og vera healthy en svo þetta bara gaman að hérna eða langt líta betur út að fara erlendis eða út að fara að gifta þig eða eitthvað, viltu í standi, það er ekkert að því þá átum auka markmið en það verður að vera bara smíða rútínu og svo ert að æfa alla æfi, þó sé einu sinni í viku eða 2 eða 3 bara mættu og taktu 20 mínútna æfingu frekar, ef þú nennir ekki að fara ég þekki enga sem nennir alltaf að fara ég nenni ekkert alltaf ég kannski í sporthúsinu og ég þarf að labba 1 stiga, ég komin í gimmið, ég nenni ekkert alltaf. Nei. Þú veit, settu bara í þig hérna, Airpodsinn, settu eitthvað podcast, taktu 20 mínútur og farðu. Það þarf ekki alltaf að vera, ég held að fólk hugsi líka oft, að þú veist, þetta er svo mikið mission, skilja, þetta er svona, hörðu, ég fer á æfingu, þá er 90 mínútur, 2 tímar og þú veist, maður er með börn og ég er í vinnu og ég hef ekki tími í þetta. Taktu 20 mínútur. Einmitt. Og notið hádegismatur í vinnun eitthvað, sorry vinnuveitundur, en gerið það bara. Já, bara skjótast. Já. Og svo, já, ég ætla bara að skjóta inn í líka þarna, já, alltaf ára. Já, sko, málið er bara það, ég væri til að ræða þetta í klukkutími viðbót, sko. Ég er toppmálum. Þeir eru með nóga light beer hérna, það er laugardagur. Þeir eru fættir í gæra að sæna minna laugardagur. Nei. Það var ekki til Þó það fest ekki 300. Sveikst með þar, en ég elska þess að. Ég ætlaði ekki að segja allir frá þessu, en ég gæti svo sem ekki tekka. Það var erfitt að sé þú varst að droppa 300 þar. Ef ég kom með hérna, ef að Svafa Knútur hefði verið 300, sko, þá hef ég verið helviti pirrað. Ef þú sænar inn King Ólaf Ragnar, sko, sem er besti fósiti in the history of mankind, þú verður að gefa mér það. Ég get ekki tuðað yfir. Skilu, ég get ekki verið reyður. Óli, sorry, Gilsar verður nú 300, þú verður nú 301. Ég geggja það, 301. I like it. Já, það er gott. FNÍ og blöðkasti. Er þú út mökkar? Já, ég er kannilega búin að... Þú verður að fara í vatni nú. Þú verður að þetta skamna. Sko, FNÍ blöð, af því að þetta er annað sem að við talaðum að fara úr sjónvarpinu í útvarp og var ekkert eitthvað endilega mjög spenntur fyrir því. En þetta er bara dáðustu þættir líklega bara sögu fjölmiðla á Íslandi. Já, þetta er 2011 sem við störtum þessu 15 ár og við höfum aldrei hætt sem er út af því að hérna okkur finnst þetta gaman þú veist svo nú er ég í sporthúsinu og virkundögum bara og svo alltaf full swing, family og þetta og ég er svolítið bara svona slökun að hitta blöð og stóni á föstum undirbúum þetta bull og hérna spjöllum aðeins og þú veist eitt kaldur og allir í gýr og mér líður ekkert þessu séum í vinnunni og með hlakkar til að fara alla föstudaga og í blöðkasti líka að taka upp og þetta er gaman þetta er ekki að sé að móka skurðu eitthvað staðar dreifleðilegt, ég held að það sé svona ein stór ástæða kannski fyrir þetta er ennþá svona vinsælt í dag og ég held að það skili sér við erum að hafa gaman, fólk finnur að við erum að hafa gaman og svo er ekki hverjum með leið og hverjum öðrum þetta er eiginlega lýgilegt ég sagði líka við strákurinn daginn að þú veist, ef þú skoðar svona hvað vinsælt er ég var lagergómur bara íkja, þá var ég hlust á Tvíhöfða og sem bara bjargaði fyrir vinnudeginum þá gæti ég ekki eins og í dag fólk getur bara hlusta á podcast og hérna, eftir að þú hlusta á þetta bara live
og svo kom kannski 2 tímar sem ekkert var í boði og það var drefleðilegt. En fyrir ykkur luxus fyrir fólk í dag að geta bara, tek hérna chess og svo tek ég kannski dótturfútból og tek svo blökastið og bara vinnudagurinn er klár. Það verður aldrei verið betra að vera lagagómur. Já, þannig að ég held að þetta sé svolítið bara stór partur af hvernig blökastið og F9 blöðu gengið vel að og finnst það dröllu gaman, sko. Ja, það er auðvitað ekki til, eins og þú segir, sko, þú veist, þetta byrja á því að vera margir þættir í viku, þarna, á mismunandi gesti og svona, en þú veist, eftir situr þetta og saman með Birki, við erum núna 5 ára og hérna, ein ástæðan fyrir þetta gengur er bæði að við erum ekki komið með nógu hverjum öðrum og líka, þetta er bara gaman. Já, veist, og fólk finnur það líka sem hlustar. Þið hafið allir gaman að þessu, sko. Já, ég held að skilja sér, ef að þú veist, þið hlakka til að mæta í vinnuna. Ef okkur finnst þetta drepleðilegt, alveg svo ykkur tveimur félögum myndi finnst drepleðilegt að mæta hérna og taka viðtölu fólk myndi skynja það. Og þetta er sama með F9 og blökasti, sko. Fólk finnur að við gaman að þessu, og ég elska að við hittum strákarna á föstudögum klukkan 1, hvort sem að séu á Lífa eða Gringo og Suðurlandsbraut og við erum líka bara spjallum eitthvað að lífið og koma okkur í gírinn og það er svo ógeðslega gaman, sko. Mér finnst líka eitthvað rómantík í því að þegar við byrjum þetta, þá erum allir ballusir og við erum bara fólk sem er búið að hlusta frá bara frá því byrjuðum, er búið að upplifa okkur það sem við bara hittum þannig, bullum eitthvað, fyrir beint á B5 eða austur og keyrum í okkur. Og svo er bara að fylgjast með okkur, svo mætir allir 1 barn, svo mætir 2. Þú veist að fólk sem er búið að fylgja okkur allan tíma er að upplifa þessu hluti með okkur, sko, þetta, allt í hennu komið börn og fleiri og Hún er þetta bara dagdrykkja og skemmtilegt. Aldrei hætt. Já, þetta er bara 15 ár og ekki ein pása, ekki svona eins og tvíhöfðu til dæmis, hættu, byrjuðu aftur. Við erum ekki að hætta, við erum alltaf og ég segi strákana, en bara í konsept en að hætta bara aldrei við bara hættum aldrei bara tökum þetta að eilífu bara, þú veist, fólk fylgist með okkur að byrjuðu með það bara í skaftaliðinni þegar að, þú veist, stöðtöðu er þar þangur til bara manni afar ég segi bara, það er ekki gert það áður ákveð ekki bara halda þessu áfram það er great Leifur ég reyndar að hugsa idea. þetta saman með okkur, sko Já, en þú veist, við vorum einmitt að tala um það bara kemistrían, hvað skiptir miklu máli og einmitt þegar við vorum að Kanari, sko af því að F9 blöðu er larger than life dæmi, þú veist, það hafa allir sína skoðanir á þessu og menn veltaði fyrir sér, þú veist, þeir segja bara allt öðruvísi þeir kveikja myndavælum og eitthvað en það var annað bara, vera með ykkur í nokkra daga sjá bara, þú veist þið eru bara, þetta er bara akkurat eins og þið eru Já, og ég held líka, það spilar örugglega líka bara inn í okkur er bara svona vinsælt, sko Já, og þið ljúga ekki hlustendum eins og blöðurinn segir og það er hárrétt, sko Nei. En ég ætla að spyrja einu, náttúrulega Blöndal, hann tekur erfiðar ákvarðanir hann lætur Björn bara fara, hann lætur Hjörvar Hafliðason fara hann tekur erfiðar ákvarðanir og þið 3 standið eftir Já, þetta er alltaf sko blöður alltaf er alla virka daga þetta fyrir gang, sko og það er alltaf ræðaði okkur trúðunum niður á daga þannig að svo fyrir þetta bara í einu sinni viku þannig að en þú veist sem er kannski minni þægilega fyrir blöður, sko bara frá því að vera alla daga yfir á föstudag þannig að en hann tók vissulega erfiðar ákvarðanir en móti kemur allir þessi meistara sem hafa verið þegar byrjuðu er að koma oft með celebrity appearance Hjöbbi kemur reglulega inn og BB King og Mushroom og hana þannig að Mér finnst líka, þú veist, óvænt, sko að því ég veit að mikið af fólki að hlusta sem að náttúrulega bara svo allir elskar F9 blöð, sko þú og Steindi, þið þekktust ekkert fyrir þetta, er okkur? Nei, það var bara svona hann lék í manna sér þáttunum hjá mér, sko Já, hann var rasshausinn hann í Eyjum, sko Já Þegar þú tekur reynslega á þessu aftur you're gonna have a great time, sko grenju hlátur tekur ég er mjög spenntur það er hann að sérstaklega, þú veist út af þú með hlægi yfir sketsu núna svo hlóst ekkert að þá, bara út af því hvað er einhvern veginn, hvað tíminn hefur breyst, sko en Steindi, já, ég kynnist honum kannski, já, aðeins hann í kringum mannsættin, hann kemur inn og við erum svona kunningjar og svo kemur hann meiri en í F9 blöð og svo náttúrulega erum við bara búin að vera límdi saman eftir það, sko Rest is history Já, rest is history 1,5 áratugur, sko þinn uppáhalds F9 blöð þáttur af all time 8 einhvern Sko, helviti erfitt með það, sko Ég veit að, ég ætla að 2 spurningar sem við fáum oft, þú veist, hver uppáhalds þátturinn og hins vegar líka þú veist, það er þessi hvernig er að gíra upp í þátt og vera fyndin og trúður og skemmtilegur þegar þú ert kannski ekkert í gír góð Já, það er nefnilega, sko út af því maður er misgýraður, svo þið kannski finnir bara sjálf, það er ýmislegt í gangi í lífinu sem kikkar inn og svo þetta mætu vera trúður í hverju viku, 2 viku núna, blöggastið alltaf er alltaf, tökum það eftir svona sunn mán 3 og svo F9 blöð,
Það er samt ekkit, sorry Grim Fanfyrir, en það er samt bara, það er lágstemdara. Jó, það er aðeins rólera. Það var bara líka, þú veist, þá bara ítu og rekk, blöðurum, þú veist, F9 blöðu meira tempo, við þurfum alltaf að við með X langar innkomur til að koma auglýsingar, annars kemur Egill Plóter og láta ykkur heyra það, sko. Með nýja hárið sitt. Það er meira tempo, meira partí einhvern veginn, meira blöðkastið svona sem er rólera. En samt, þú veist, þegar við byrjum með blöðkastið, þá hugsaum við alltaf, hörðu, þetta þarf að vera svona, þú veist, aðeins þroskaðara en F9 blöð sem við dettu oft í trúðin þar líka, sko. En það við getum ekki fólk í spjall þar og það er svona aðeins chillaðara, sko. Þannig að meðan þetta er svona meiri keisla í blöð, sko. En það er, eins og Leifur segir, það er örugglega alveg erfitt að þurfa alltaf að vera skemmtileg. Já, sko, stundum maður ekki alveg upp á 10, en maður nær einhvern veginn. Það er þegar sleðin fyrir upp, sko. Og oft er það þannig bara þú veist, menn eru kannski, miskýraðar í preppinu, skiljum, svo nú er til þess bara blöðbúin og undir gríðulega álægi að opna fossinn og bara, maður finnur alveg í preppinu að, þú veist, það er nú oft auðveldari daga, en svo bara einhvern veginn fyrst sleðin upp og þá bara svo gleymir öllu þessu vesinni og bara fyndin, sko. Og það hefur ekki klikkað hingað til, sko. Nei, það hefur ekki gert það. Nei, hafið þið séð einhverja tölur, hvað eru margir núna að taka ykkur live versus bara eftir á? Nei, það er alveg svo erfitt að sjá nákvæmar tölur með það, sko. En það sem er klárlega gerst er að live hlustunin droppar og fólk tekur okkur hér og þar, sko. Ég finna líka bara fólki sem maður hittir, margir taka F9 blöð bara einhvern veginn í göngutúr með hundin eða eiga okkur í hólu og þá getur við taka gimmið á mánudegi, þriðjudegi og svona. En á móti kemur, það sem við finnum með live-hlustununa, hún er ennþá nokkuð stór, þetta er ekki rannsókn sem ég er með, sko, en þegar við erum að gera eitthvað, launch eitthvað, bara í beinni, sem klukkan er, við erum að launch eitthvað hvort sem sé leikur eða eitthvað tilkynning eða eitthvað, og við beinum trafík eitthvað, og Instagram-akkánti og okkur þrem, og fyrir allt á hliðina, sem gerist alltaf ekki nema fólk sem hlusta á þessar sekundur, sko, þannig að það er klálega live-hlustun, þannig að ég var einu sinni komin á svo skoðu bara, þegar útvarp ekki bara degi út, verður ekki allt í podcastform, ég eiginlega fann að snúast aðeins með það, sko, ég held að útvarp verði áfram að live and kicking, en ég held að live-hlustun verði áfram inni, en á móti þetta er aðeins, þú veist, dreifðara, margir geymið í hólu, sem ég skil alveg, ég myndi elska að, þú veist, eigi okkur svona skemmtilega þátt inni, til að taka svo bara mánudegi í vinnunu eða eitthvað, sem ég sé ykkur í vinnu, svo við hafa lagagómar í IKEA í 5 ár, sko, þú veist, ef ég geti átt bara inni ykkur félagana, eða F9 blöð eða Dr. Fútból eða Þungavittina eða allar þessi skemmtilegu podcast sem eru bóðið, skilur. Já, það er rétt. Ég held samt, ef að F9 blöð hefði bara alltaf verið á sunnudögum kl. 7, þú veist, málið það, bara að koma heim úr vinnunni á föstudegi, vitandi að helgin er að koma og FM9 blöð er að ringja inn. Þú veist, hugrenningatitllin eru svo sterk. Ég held að sé klálega það og byrjum alltaf hann á sama læginu og við erum alltaf í gír og fössara og það er klálega að spila inn í þetta geggju tímasetningar á föstudum, sko, og þetta lag þetta möllu krúðust ef við setjum þetta á, eins og við spila á þjóðatíð, setjum lagið á, þú veist, bara kliðurinn sem fer dalinn, bara þegar lagið kemur á, það öskar allir, sko. Og þannig að, þú veist, þetta er skemmtilegt. Reyndar plökkum því, það er ekki þjóðatíð ár, það er Akureyri. Já, menn vildu bara taka break í 1 ár allan frá þjóðatíð og endar er ég það harðu þjóðatíðamaður, sko, hálf fjölskyldi minn frá Eyjum, þannig að ég bara vildi aldrei taka break, en við erum 3 félagarnir og águm að taka, ég líka veit, ég skil alveg punktin að við erum kannski ekki svo húsgagn alltaf á þjóðatíð hverju árina, smá pása og mæta svo aftur setna er stemning, en við erum að breyta til og við erum sérst á Akureyri núna með Birni á laugardeginum, og svo eftir að tilkynna fleiri, það er einu sem tilkynna Birnir, þannig að við erum þetta er aðeins öðruvísi fílingur, þannig að fólk eru á Akureyri, getur farið í skóaböðin, steik og raut, kíkt svo á gigg og þess að fólk veit að svo mætt á gigg hjá okkur félagunum, við leggjum álur metna í það, þannig að það eru álur metnaður í þessu sjói, sko. Þetta er nefnilega ekki að þið þurfum aðeins DJ fyrir lána, þetta er, sko, horfandi á þetta út af við og eiginlega glæsulegur á samfélagsmiðlum og í persónu. Þetta er ekki þannig í raun og veru að þú mæti bara korteri fyrir sjó og ítir að playa á einhver og síkur og trallar. Nei, það er rosalega langt frá því, sko. Þegar ég og doktor erum að smíða þessi sett, ég held ég ekki að íkja. Þetta er 100 plus klukkutímar. Shit, Þú veist, út af því þetta ég held ekki að, eins og settin sem að Muscle með og ég og doktökum er að það er ekki margir í Íslandi að gera þetta. Nei. Þú veist, við erum 60-90 sek max í einu lagi þú fyrir næsta og það er alvöru tempo milli laga, það var að mixa vinsalög hverju sinni
sem kannski vinsæl lög í Evrópu inn í droppa okkur öðru lagi út með gömur nostalgíulög til að gera alla ána skilur og setur hérna Nirvana inn fyrir rockarna hérna þú komið okkur rappla hérna og það haki öll þessi box og hendur þessi ekkert saman á okkur nokkuð mjög og þú veit og ég það er kannski ástæði við svona vinsælt ástæði fyrir að hérna þú veist fólk fær svona stemningu í rauninu svona Tomorrowland stemningu ég myndi segja að settin sem við erum með eru bara svipuð og svo þú myndi fara Tomorrowland þú veist orkan og geðvíkin skilur þannig að hérna og ég held að skili sér metnaðurinn sem við setjum í þetta að þú mættar á gig sko og fattar alveg bara hvað er að gerast hérna sko Sammála því Við ætlum að taka leynilögguna sko og leynilöggan Shit, geðveik mynd sko vita allir í nokkuð stórum dráttum aðdraðandan en hvernig kom hún samt til? Hún átti ekkert að verða eða eitthvað? Já, þetta er skemmt sko þetta er alltaf ég er ekki viss að hafa margar bíómyndir byrja á því að það gerðu trailer og út frá því að gerðu bíómynd. Nei, mörgum ára setna. Það er ekki eiginlega amazing. Já, þetta er byrja alltaf að Auð og Sveppi fara í trailera keppni og Blö ákveður að taka enga sénsa og fær Hannes Halldórsson, okkar besta mann, að gera trailerin. Þannig að þú veist, ok, gerir trailer sem hættar að sjá í dag bara á netinu ógeðslega fyndin sem var leynilög og ég leik í þessum trailer segast, svona elsku hugan hans Auða og svo bara kemur hugmynd bara hörðu, hvað með hérna, er þetta ekki trullu skemmt? Ef við gera bara leynilögum mynd og við tillum okkur í garðið að Blöð átti heima hann á Arnarnesinu tillum okkur hérna í þetta luxushús sem hann var í þar út í garði með átíðin fyrir framann og hérna fáum okkur a couple of beers og smíðum og ok við vitum bara handritið er negla þetta er ógeðslega fyndið en svo bara, þú veist, er dýrt að gera bíómynd skilur, það kostar 150-200 M að gera bíómynd hvernig ætla að fá það penning? Og þetta er lítill markaður veist, þetta er ekki svo í Bandaríkjunum að hún gerir low budget bíómynd og hún gæti sprungið út og þérna 30 miljardar það er ekki margir á Íslandi hérna en sko síðan það er þetta fyndið saga hvernig það verður einhvern veginn að veruleika Líka, ég ætla að spyrja, hvernig fjármagnar svona og hvernig kakan skipt og Já, maður verður eiginlega, þú verður að gera svona þess að þetta er dýrt að gera leynilögu þetta er aksjónmynd og þetta er dýrskot og þannig að og þið vildi gera þetta alvöru Já, veist, það sést líka bara svo Hannes hann fer ekkert í eitthvað að gera það nema lúki vel sko. Reyndar að Hannes með BS gráði því að láta hluti lúkka út fyrir að dýrir ennir eru skilur, þú gefur Hannes í budget það sem hann skila til þín er lítur út fyrir að 100% dýrir að hann lest hann fá sko. En það sem við fyndið er að við gerum hann svona handrit og svona bara smíðum við bara vitum að þessi mynd er negla en síðan það er ekkert þýðir ekkert að vera veruleika og fara í bíó síðan er hérna, sko, Gurri er snirtifræðingur og hérna einn besti snirtifræðingur landsins og það sem gerist er að Lilja Ósk sem er á Pegasus fer til Gurri í einhverja meðferð Hörðu, og þá er ég nýbúin að gefa út hérna, Muscle Club lagið sem ég gerði vídeo við sem er svona líklega með dýrari vídeo sem að gera við tónlistarvídeó sögunar á Íslandi og það sem gerist er að hún sýnir henni það í meðferðinni og það er atrið í byrjun það sem Bjöllinur og Jóhannes Haukur eru á bar og það er svona skets þar svona atrið alveg rétt, og hún horfður á þetta bara shit hvað þetta er djúvill lúkkar þetta maður hún bara hörðu og Elle Casata sem er álfuru meistari og ég segi bara besti kvikmyndatökumaður í heimi hann er búin að vera að segja við Lilju svona, hörðu, þú voru að tjekka á þessu handrit hérna með leynilögum og Lilja hefur tapmarkaðan eitthvað svona þú veist, ekki mikið áhuga á því hún fætti Gurri í meðferð hún sýnir henni Muscle Club vídeo hún bara shit hvað þetta er gott maður hún fer heim, spyr Elli leynilögu hann þú veist tala um það hvað er það? Það er bara í náttbórskúfunni það náði það fyrir mig hörðu, mér fyndið að meðferð hjá Gurri kickstartar einhvern veginn setur þetta ferli allt í gang Lilja keyrir þetta svo í gegn það var svo sterkt að fá hann inn þannig að hún bara bombar þessu aftur í gang kemur boltanum aftur á stað veist, við fáum allt sem þarf til þess að klára þessa bíómynd, þetta er dýrstöða og þannig að þess vegna fer þetta allt í gang, þess vegna klárast þetta En sko, og svo náttúrulega hendið alls konar krytti á þetta og ég ætla bara að nefna þessi dæmi náttúrulega Bjöllinur sem vondikallir, þetta er bara eitthvað mesta snild sem maður séð Hver er þetta hug, til dæmis? Sko, ég ætlaði elska Bjöllin út af lífinu sko
Heiðar Eastman, nei, hvað sagði hann? Eastman. Hann hvíslaði allt í myndinni, alveg svo Valli Sport talar, Björnlinur í leiðinlaugunni, sko. Og ég og Björnlinur erum góði félagar og við erum aðstofað í gimminu og erum bara pals, sko. Já, það gengið vel greinilega. Og bara, veist, hann hafði gaman á þessu konsepti og elskaði þetta og hann meira en klár leiðinlaugu tvölu við hann og þannig að þetta og þetta er líka svo skemmtilt, að mæta og setja að taka leiðinlaugu upp, þetta var ekkert eðlilega, þú varst ekki að hugsa, shit maður, ég var að taka leiðinlaugu í dag, maður, það var ekkert eðlilega gaman, mætir og setja, fíblast og svo skemmtilegt allt krúið, eins og hann lagði sig, og það var allt snillingar, og ég ætla að skila sig líka í myndina, og sérðu bara að það var allir að skemmta sér fokking konunglega þegar þessi mynd að tekinu upp, og eitt gagnrýnandi, og þetta mynd fór alltaf semi-worldwide, sko, eitt gagnrýnandi mitt segir í gagnrýninni, það var augljóst á hvað allir skemmtu sér vel að gera þessa mynd, sko, hann sá það bara. Sko, þá verðum við að spyrja þig að fara út á þessar kvikmyndahátíðir, þessar verðlaunahátíðir, þér hef ekkert fyndist það leiðilegt? Þetta grínast. Sko, svo líka er svolítið fyndið að við förum í, sko, alltaf 1.000.000 hátíðir, okkur er bóðað flest allar, þurfum bara að velja og hafna, skilur, þetta var luxus. Í alvörunni? Já, síðan verðum við Locarno, það er svona, ég er ekki mikið inn í þessu, en það er mjög virt hátíð sérstaklega hjá svona allra hörðu svona listaeilitunni. Það er mjög sjaldgæft að okkur aksjónmynd endi þar. Og þú veist, það er pyrrað örgulega eitthvað hérna í Íslandi, bara ekki leynilögarnar að fara til Locarno. Ekki hrútar. Þetta grínast. Sko, en við mætum hann bara í álur í gýr til Locarno og þú veist, þetta er bara svo leikóma og ekkert eðlilega flott. Fyrsta sem ég gerði, ég fann snekkju þarna og þar fættist sveppadívan einmitt, sko. Og svo erum við þarna bara, erum trúðarnir á svæðinu, tökum okkur ekki alvarlega og mættur á mjög virta hátíð og þessi ég mér fyndið, þú veist, sem erum við í sal og það er verið að frumsýnana, þú veist, ég man á svona fiðringu, sko, veist, bara setja hann í salnum allt útlendingar, út af því, veist, maður fer að hugsa, er þetta húmor sem bara Íslendingar skilja? Er þetta íslenskur húmor? Veist, þetta er bara, veist, þetta er... Bara svo Ísmendæmi, já. Það veit enginn í Sviss hver Heiður Austmann. Þú veist, Íslendingar hlóa þegar Heiður Austmann er dreppinn, sko, en samt liðið bara í Sviss hlóaði þegar Heiður Austmann var dreppinn líka. Það skilja, þetta er bara, gríni skilaði sér til útlendingar líka. En var ekkit... Og þið sátu því sem, var þetta bara bíósalur? Við sitjum hana bara með eiginlega neðstu röðunum. Og þið bara býð eftir að fólk hlægi? Og það hló allan helst tíman, sko. Þá vissuðu bara, shit, hvað þið finnir. Það var svolítið komik í því samt að þau hlóa mómentum sem að maður bjóst ekki við hlátri og öfugt. Eða það? Og þú myndir kannski sem bjúast við þetta, ég ætla að fólk hlægi hér. Þá kannski kom eitthvað móment sem að, þú veist, fólk sprakk úr hlátri. Út af kannski þessi íslenski enguhúmorinn, þetta fólk fattaði hann ekki. Nei. En, þú veist, þetta er greinilega, sem greinilega ástæða fyrir þetta fór erlendis, er að útlendingun hló. Hvað fyndið? Hvað endaði leynilögun á að vera stór? Þetta gekk furðu vel. Við förum í hellingalöndum og þegar þeir senda með mynda Asíubúin breytti plaggatun til með sérna. Hörðu. Og Asíubúin fannst ég verið með weak chin. Þannig að það var eitt plaggat það var sett á mig svona hjöppahaka með svona ég hugsaði bara, hvað er ekki með hökuna mann? Asíubúin leist ekkert á hökuna þá var ég steraður upp og sett á mig svona manly chin, það var rosalegt, sko. En þetta maður bjóst ekkert við þessu við vissum að myndi var góð, handritið var gott og Íslendingar myndu fíla þetta, en aldrei bjóst ég við að vera rúndum heiminn okkur hátíðum, sko. En hvern er að representa út af? Er það Lilja, er það Hannes? Já, við náum ekki að fara í allar þessar ferðir, en Locarno var gaman, við náum að fara í það. Og hver græði þetta? Og svo BFI London, hátíðin í, múin sé að byrja rétt fram, í London sem er mjög virt hátíð líka. Og þannig að við förum á það líka. Óslega gaman, sko. Mætum hann í London í alveg gýr og... Sko, fá leynilögu 2? Sko, við erum búin að vera að taka hittinga með leynilögu 2 og sko, handritið, er fyndnar en eitt. Ég segi, það er svo margt, ég langar svo, þetta er svo ógeðslega gott sitt sem er komið að plað, að nú er ég eiginlega bara þannig og ég veit að það fyndin að það verður líklega bara svo T2, betri en Terminator 1, sko. og þetta er svo margt svo fyndi sem er komið að nefn, ég langar maður að skúpa einhverju, sko. En þetta er bara, handritið er geðveikt, en nú er samt komin á sama stað. Það er eitt af með gott handrit, það þýðir ekki að vera veruleika, en ég er að vona að, að hvað við náðum góða árangri með
eitt skilir sér að þessi fari í lofti líka sko. Sko, við erum að detti fjármálur reyndar en gefur þetta eitthvað í aðra hendina? Já, ég átti kött við áttum allir sérst sem gerum myndina eigum hlut í henni. Já. Þannig að því betur sem hún gengur því meira kemur til þín. En hvernig virkar þetta? Tekjurnar þetta bara tekjur í bíósölum, tekjur af veitum, þú veist, bara fólk að leigja á netinu og allt þetta. Og hvað fór þetta í mörg land? Bara, ég þóri ekki að segja en helviti mörg, sko. Og og auðvitað þetta er það saman sem bækurnar. Þetta er ekki life-changing amount, skilurðu, en þetta er samt slatti fyrir að gera eitthvað sem þú gaman af. Sem hefðu gert frítt líka? Já, 100% sko. Já. Þú veist, bara, þetta minnst að það gaman sko. Já. Þú veist, þetta var svona tilbending frá sporthúsinu að fara og hitta og leika og ég er svo gaman að því að leika sko. Columbus ævintýraferðir, þetta fjölbreyttaferðir víða heim. Heldur betur, þeir bjóða meðal svona siglingar og notabenni, þetta er allt skipilagt frá A til Ö. Eina sem þú ert að pæli er að mæta með passvörn út af völl, annað er séðum columbus.is. Málið með Columbus er að vera með bæði er þetta náttúrulega bara sturlar ævintýraferðir og hvort sem út á einhverju snekkju eða hvort sem út í Japan, Brasilíu á einhverju engaþóttu, þá er þetta alltaf með frábæra aðila sem er að stýra þér. Það er ekki sem er búin að sjá fyrir öllu. Klálega, og nú eru alltaf báði gifti menn og það er erfitt þú ert að bjóða þínum betri helmingi í einhverja ferðir og þú ert sjálfur að Google-arinn að finna eitthvað, þú veist, af hverju ekki bara leyfa Columbus að sjá þetta, mæti með passaðir út á völl, þetta ekki að pæla neinu öðru. Þeir tjekka inn fyrir þig, þeir sjá töskurnar fyrir þig, þeir gera allt fyrir þig. Brasilia, Argentina, Chile. Ég er að segja það þangar langar minn eftir með Columbus. Já, klárt. Orkan náttúrunar. Já, undirbúningur og framkvæmt hafinn á 3. djúpnýtingarhólu sem búið verður á Nesjavöllum í árslok. Sælar. Þannig að þeir sitja ekki auðum höndum þar. Ný. Og þetta bara hraðhleðslustöðarnar, þjónusta við heimalhleðsluna. Þannig að þeir eru með þetta allt saman og ef þeir eru ekki með appelsínugulega appið rífa sig í gang, það rífa sig í gang, takk. Giggo, ertu að flytja eða vantar þið þrif? Bara nefna, Giggo er með fagfólk í því sem þarf að gera. Þú lýsir verkefninu bara og færið aðstoð með litlum fyrirvara. Já, eins og við þekkjum. Já, eins og við þekkjum vel, auðvitað búin að breyta leiknum. Giggo búið að breyta leiknum og það að gera allt sem er svona leiðilegt og vesen og svona. Já, en líka bara að bíða eftir iðnamanni, ef hann er ekki frændiðinn, ef þú átt ekki frænda sem er smiður eða pípari eða rafvirki eða hvaðina, þá þurftur þú bara að bíða í marga mánuði átt. Og þeir eru bara búin að taka þessar raðir og biðlista og henda þeim í rusli. Ég get bara sagt það, við tókum til í geimslunum daginn sem er ekki frá sig færandi, nema ég nefndi ekki að fara að Sorpu, Giggo, borga eitthvað 10.000 kall fyrir. Já, ég ætla að koma inn á Svartur og leika aðeins, en sko tímalína í Leilinlega 2, ertu tilbúin að gefa hana eða hvernig heldur ef hún kemur út? Staðan er þannig að handritið er bara komið það er nánast að vera klárt og þetta er ógeðslega fyndið og en eins og ég segi svo er þetta bara eins og minna hvað var hitt handritið klárt lengi áður að vara veruleika, mörg ár sko. Það væri samt svo sorglegt sko ef þetta myndi ekki koma. Og þegar þú lest handritið, ég myndi bara senda á okkur í kvöld, ég myndi bara senda mig skilabast það þurfa að græða, klárið þetta sko við verðum að klára þetta það er gott shit sko en vonandi bara smellur þetta og við getum, það var geðvett að fara í tökur bara, svo bara næsta ári bara næsta voru eða eitthvað við þurfum að fá þessa að lokum við leikaraferlin sko Svartur og leik, geðveik mynd og okkar maður, Egill Einarsson var stórt hlutverk þarna. Hvernig kom það til? Þetta er svolítið ongoing theme, hringt í mig. Klár. Og Óskar Axel, ekki toppmaður, leikstjóri það er bara hringt í mig og vantar sterahaus og ég er þarna sterahaus og svo er bara litið hárað með svart og sett á með tribal tattoo en ég mæti í svona pröfu, þannig ég fer bara á rúndan í bæ, mæti Jóhannes Haug sem þekki í rauninni ekki neitt sko. Og við bara tillum okkur mót okkur öðrum og ég er svolítið að testa með þar sko. Og settir okkur aðstæður og bara leysa þér og leysti það bara það vel í þessari pröfu, ég var bara ráður á staðnum og great honor skilur, álur mynd og svo bara þetta leikara þetta lá bara einhvern veginn vel fyrir mér sko auðvitað ekki menntaður leikari en og með menntuðu leikurum svo Jóhannes Haukur sagði mitt í monitor viðtalið sem var great honor, hann sagði að ég var einn af betri leikurum sem hafa unnið með og ómenntaður eðlilega sko en ég veit ég held að sé líka bara svo allt sem maður að gera ef þú er gaman að því og skilur það sér sko þannig að
og mér langar að leika meira þetta sko, sem það var gaman að taka Leynilögu 2 sko, en það var great honor samt að mér fyndi þegar ég, eins og við fyrir Edduvelunin með Leynilöguna sko, og ég hugsaði þegar ég tilnefndi til sem best actor in a leading role, besti leikari aðalhlutverki og með mér Ólafur Darri, Hilmir Snær og þú sé line-upið, það er bara svona einhver trúður og svo var bestu leikari landsins, svo var ég mættur á Edduna, þvílíkum gýr tilnefndur besti leikari aðalhlutverki bara, það auðvitað segir líka við mig að það taka blökast Egill og tilnefndur, bara mitt góður bara held að bara fíblast sko, ekki fræðilegur ég var tilnefndur, tilnefndur og nefnd sem að fyrirfram mig haldi að myndi ekki þóla mig sko. Allavega sko, vissi hvernig ég vissi ég myndi tapa því þegar ég vissi bara ég á mætturinn og ég er ekki fara að ná þess að dollu það að ég tilli mér á velunin halla mér aftur og kíki fyrir aftan mig og sitt Hilmir Snær hann lá á 5 sætum hafði sér fullur hann liggja á 5 sætum, að sat ekki hann lá, hann var búin að leggja 5 sætum niður og lá ég leiti baka þess að vinna þetta og hörðu, þá var hann fyrir dýrið eða eitthvað tilnefndur, hörðu, hann lá í 5 sætum og ég hugsa, ég hef aldrei séð rólegri gæja á ævi minni þannig að hann veit hann er búin að vinna þetta hann lá við að hann væri með vindil þannig að hann lá hann í sætum og kom, hörðu, og the winner is Hilmir Snær, ég bara, ok, kemur óvart þá reist hann sig upp eftir að hafa legið á 5 sætum sko þannig að þetta bíó með Leynilöguna alltaf hefur bara verið lýgilegt og ógeðslega gaman þannig ég vona innilega Íslandika að fái nummer 2. Já, wow. Já, við gerum það líka. Við ætlum að færa okkur yfir í fjárfestingarnar, fasteignir og hlutabréf. Sko, ef við byrjum bara því high level, hver er strategía Gilsfarans í fjárfestingum? Ég kannski fór frá því að við erum alltaf með mótusbréf innum lúuna og við erum allt lóðurétt yfir í bara að girða mig og starta þannig svolítið. Ég var líklega bara heimskasti vinur minn í fjármálum í mjög langa tíma og var leiður á því þannig ég ákvað bara að kynna mér þetta aðeins betur sko. og svona 200 hljóðbókum síðar veit ég aðeins meira um þetta en ég gerði og ég byrja í rauninni fyrsta sem ég gerði er að ég mann ekki hvernig það var janúar 2013 ég kaupi úrvalsbréfunum landsbyrðar svona sjóður á landsbyrðum bara úrvalsjóður fyrir einhvern 5.000 skall skilur, bara eitthvað kling þetta í rauninni er það ekki uppæðin skipti máli bara allt að byrja þannig að þá byrjaði ég og svona að kynna mér þetta og stíg svona með fyrstu skref þar og ég ætla búin að vinna með raskatið í rauninni sko maður er margir sem eru með konceptið get rich quick en ég hef aldrei séð að virka persónulega og ég held að þetta sé ekki hægt nema að taka grind og álfuru 16-17 tíma daga í x mörg ár ef þú ætlar að fara eitthvað í þetta en auðvitað er það ekki fyrir alla sko en ég vanna með raskatið, ég hef alltaf verið duglegur að vinna og konceptið var mjög einfalt það er bara, setja peninginsjóð með lausan í eignir sem hækki verið, ekki lækka en það er samt erfitt að finna það hvað hækkar í verið og hvað lækkar í verið Já, þú veist til dæmis að eigða ekki í Hyundai Coupe eins og undirblöð hann lækkar í verði góð punktur þannig að fyrir mér svona ég hugst til lengri tíma og það sem hækkar yfir til lengri tíma er eins og hlutabröð og fasteignir sem er yfirleitt svona ég er mjög þólimaður svolítið bara sama koncept þarna eins og með ræktina sko þetta er marathon Mér langaði með þetta að spyrja aðeins út í þetta því að til þess að sko vaxtarækt hún gengur svolítið út á kerfi hún er ekkert einföld það þarf aga er einhver líkindi þarna á milli Mér finnst það sko menna út af því að bæði er the long game sko bæði ræktin og þetta sko þú veist að ef út all-in típa í ræktinni þá er kannski sama típa og sipar öllu all-in á okkur crypto-coin og allar að day-trada hana sko versus að köpa bitcoin og ræta það eilífur sko þannig að ég hef alltaf verið mjög þólumóður ég er með never sell concept sem ég vinn svolítið með sem Auðun og Steindi gagnrýna mig fyrir þegar allt er að droppa það er lestur hjá þeim Þú selur ekki? Nei,
ég með never sell concept, sko. Þú getur ekki fengið mig það að selja, þú myndi halda byssu upp að ennina á mér núna. Í alvörinni? Bara aldrei. Hefur aldrei selt? Ég sel ekkert. Bara kaupi, sel ekki. Nema, ok, sko, undantekningin er Já, við þurfum að, ef þú neyðist til þess, sem bara, ok, þú bara Vantakass. skilur hvað við, veist. Já. En þú veist, ef þú gjössamlega neyðist til þess. En það er ekki nema þau allra síðasta. Þannig að ég er gagnrýndur fyrir þetta. Þú veist, út að hérna margir segja, hérna, það er engin orðið brók af því að take profits, en ég með never sell concept. Næsta bók mun til að heita never sell. Þó sé búin að tvöfalda eða þrefalda þig? Já, þú veist, alls ekki selja þá, sko. Nei. Þegar þú búin að tvöfalda eða þrefalda þig, ef þú ætlar að 100-falda þig, þá gerur það ekki og selur þetta búið þrefalda sig. Takk. Hvernig er hlutfallið milli einmitt hlutabréfa og fastegna og verður kannski annað? Ég er svona 75-25 real estate. Já. Sem ég ætla alltaf að hafa þetta bara 50-50. Svona koncept sem að ég mest, þá hugsaði ég sem fastegna sem varnarleik og hlutabréf sem sóknarleik. Og líka þú myndir skoða líka hérna, veist, hérna, ég er með gaman að fjárfesta að vinna og fjárfesta, ég elska þetta og ég áhuga 2 hlutum, að heilsa og business, that's it. En hérna, þú myndir skoða hjá mér brefin, sko, ég myndi tilla minni með Heiðar Guðjóns, ég myndi fá kaffibolla og ég myndi sína hún stokkana mína í brefunum og hann spurði hvort ég er ruglaður, sko. Ég myndi spyrja, er ekki lagi með því? Mjög aggressíft setup. Það er út af því að ég hugsa svolítið fastirna sem, það er varnarleikurinn, það er vörnin, þú veist, og ég er með alveg 5-6 manna vörn þar, sko. Ég leiði mér að vera svolítið aggressívar í hinum megin út af því, skiljið. Út af hérna... Hann út ekki kannski kaupið ykkur solid argræslufélögum út meira hórið ykkur vaxtafélögum svo... Ég er eins langt frá því og hægt að kaupið solid argræslufélögum, sko. Já. Sko, en það er, en auðvitað þetta að vera tilbúin að ræta þá einhverja stokkanir í zero, skilurðu, með þessari taktík. Ég er 60-40 erlendum stokkum versus innlendum. Já, þú ert ekki bara í Íslandi? Nei, ég þykkar erlendis. Já, sæll. Sko, ég líka málega við spjöllum oft þetta hérna við strákanir og Steindi er the greatest stock picker in the history of mankind. Hæ? Hann kallar Rocket Lab í $4. Við erum komin yfir 100. Þannig að þið getið reiknað hversu það er búið að markvalda sig og 4 í 100. 250. Og þannig að þú veist, við auðvitað erum ekki að setja, sko því ég er að tala um þetta. Við erum með reglu og hverjum föstudegi, sem er svolítið skemmtilegt, þá verður að kaupa. Ok. Mátt aldrei selja, kaupir á hverju föstudegi og það má vera 5.000 skall, sem að fólk sé að hlusta á okkur núna. Þú veit ekki með alltaf laust eitthvað, rosa, en kannski með 5.000 skall, 10.000 skall, skiptir ekki máli. Bara hverjum föstudegi, buy. Og haltu bara þeirri reglu og never sell. Og svo er konceptið líka þegar allt er að fæta helvítis, þegar bara opna miðla, bara alla verstu fréttir sem þú hefur lesið. Það er bara allt að fara down the shitter. Hvað gerir þú? Buy. Það er bannað að fara frá föstudagsreglum og við erum ofta á föstudum blöður á föstudum, það er ekki sensir að kaupa í dag, sko. Þegar allt er vel raut og allt í guð þúkliti. En við þurfum að halda þessari reglu. Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er mjög gott. Já, þetta er, ég veit, fólk, það er ekki alltaf að vera mikla fjára. Ég held að það er mikilvægt fyrir fólk að bara byrja. Já. Þessi, því ég byrja á sjóð, ekki byrja á stokkum. Nei. Veist, ef þú stígaði fyrstu skref, byrjaði bara á sjóð, veist, og bara í x tíma, svo getur þau kannski fara, pick winners, skilur. Þú heyrir ekki, Heiðar Guðjóns hann er að tala um þennan stokk, ég ætla að hlaupa á hann. Þetta er allt eitthvað sem að þú bara velur, meira og minna. Ég samt, ef ég heyri góða hugmynd og ég geta ofugsað og bara sippa mér beint inn, sko. En ég er svolítið hrifinn af tech, sko, ég fylgist vel með, sko, bara, hvað er að gerast í heiminum og þessi tækni og ég svona ef ég sé eitthvað spennandi stokk, og bara sippaði mér inn, sko. Já. Og ég er ekki að hugsa eitthvað svona, ég má bara vera með eitthvað 10 hér, nei, með skýt saman 100 þess vegna, sko. Já. Og það veist, þegar þú líka tekur þetta, svona, eitthvað tech-stokka, þú veist, þá veist alveg að þeim einhverjum munum drulla. En ertu sjálfur eða ertu með í stýringu? Nei, ég er bara sjálfur. Já. En ég er með gott teimi kringum mig. Ok. Það skilja, ég har mikið af vinum sem er í þessu, þekki mikið af brókurum og bara svona klárum gæjum sem er að fjárfesta, sem ég get hlera með, sko. Ég myndi segja svona, þú gerir ekki raska deitt, er góð setning sem eitt félag minn sagði mig. Þannig að það er gott að vera með teimi kringu sig. Það voru svona alltaf fréttir á DFF, þú stóru Ásbrú. Ertu ennþá þar eða? Já,
ég hef verið að kaupa, ég hef keypt hérna og litlar íbúðu þar sem verið að leigja út sko. Sem varnarleikurinn. Já, ég litið á fastirinn sem varnarleik, það samt auðvitað geta það droppað. Það er hættuleg umræða að menn segja að fastirinn dropp aldrei. Nei, það er ekki eða það getur gert í öðru löndum, getur gert hér sko. Já, 100%. Þannig að, jú, ég líti á að segja varnarleik en hérna þessin ég verið aggressívar í hinum megin sko, en auðvitað getur það tekið drullað á sig líka sko. Þessi ég er búin að trakka svona ganni, ég ætla með einhver 6.000 nótskjöl í símanum, þá er ég búin að trakka í mörg ár hérna og fer ég á Vísi, ít á fasteignir, ít á fjölbíl og höfuðborgarsvæði og sé hversu margar search results kom upp. Sem ég ætla bara hérna mjög ekki einhver djúpa rannsókn. Nei, samt gott. En, ég er búin að gera þetta í alveg 5-6 ár. Já. Og og ég fór eins og höfuðborgarsvæði að gera fjölbíli, þá var kannski 400 íbúður eða eitthvað. Já. Nú fer ég og komið við 4.000. Einmitt. Þannig að eða sem að lesa maður fréttir, hörðu, að vantar íbúður. Ég er búin veitu, en akkur 4.000 og það var 400 daginn, 4.000 samt vantar íbúður. Það er weird, samkvæmt þessu vantar bara alls ekki, sko. En á móti kemur að, kannski horfið fram með tíman vantar það, sko. En talan aldrei verið hærri í skalinu hjá mér akkurat núna yfir hversu margar íbúður komið upp og leitar eftir þeim á Vísi. Já, það er góða punktur. Hver átt þú einhvern trúna Rocket Lab? Eitthvað sem að... Nei, einhverja steindasögu? Já, ekki svona rosalega, sko. Rocket Lab í $4 og komnir yfir 100. Ég er ekki, steindu mikið áhuga á geimnum. Hann alltaf stráður, hans rannsakaði space. Ég bara, steindi. Það er með svona skrýtna stokka. Svo segir hann bara, hörðu, Rocket Lab, ég ætla að vera negla. Ég bara, já. Bara let's go, förum hann inn, séu þetta eitthvað algjört. Núna líka, ég er með svona okkar þjónustur í gangi, sem að það er pizza fyrir í Stokkum og lest, og maður farið umsagtunum fyrirtækja svona erlenda. Nú er allir að detti í inboxi hjá mér Rocket Lab, löngu eftir að steindi pizza, sko. Og hérna, en ég, við erum svolítið í þessum tech, hérna, við erum svolítið í tekninni, en ég er ekki með svona rosalt kallið svo stóni, nema við vorum meta hana þegar Zuckerberg var að fá álfuru drullu þegar fórum til 100. Einmitt. Þá fórum við að pikka upp, ég tala með leif á hann, við vorum ekki að taka upp að eins og góð regla að þegar var að gefa ykkur lestur, sko. Þú veist þess að Zuckerberg var hatast til maður bandarækjana þannig, sko. Það var fín leið, það var bara fínt að kaupa þá, sko. Bye. Já, mjög gott. Góð regla. Aldrei shit the bed með hérna svona Stokkum. Já, eitthvað. Sko ég hef ekki verið mikið að lendi, sko ég veit að margir Stokkum munu fara í zero. AI mun vantilega drepa einhverjar, sko. Og þess vegna tekur líka en út með svona, þetta svo litlar uppar í mörgum Stokkum, sko, þannig að þú missir ekkert svepp þó einhver fari í the zero, sko, það er ekki sett all-in og einum og hann drulli, sko. Þannig að það var eitt Stokkur sem að ég fór í einu sinni sem var eitthvað Luckin Coffee sem átti að vera svona svar Asju við Starbucks. Hörru, sá meistari sem var með það fyrirtæki, hann ákvaði að cook the books og það fór í zero. Það var með fyrsti Stokkur sem fór í zero, það var Luckin Coffee og það sko... En þú ert alveg komin djúpt og komin í þessar fjárfestingar, sko. Ég hugsaði bara, hörru, ef að ræða... Þetta er nýja Starbucks. Ef að ræða niðurstöðunni á þessu kaffihúsi. Það var áður en ég vissi að gæja var cooking the books, sko. Eftir það ég var með Stokkana í Asíu, Kína, sko. Þeir eru til að bara ljúga með uppgjörin, sko. Og ég líka tók eftir með einu með Asíubúan, sko. Sko, þess að við vorum hann með spilin, með skell, sko. Þá prentuðum við í Kína. Og okkur algjörum meistara. Og eitt skipti, þá áttum við að pikka upp spilin á verksmiðjunni honum og við erum bara með eitthvað þjónustu, bara þá kemur bara eitthvað vörubíl fyrir að sækja spilin, bankar, allt slögt, kemur enginn til þeirra. Og við bara svona, og við fáum skilað, hörðu við sótum spil, það var enginn þannig maður. Og ég sendi á minn besta mann, Tin Lee, algjör kongur, segi, sit it. Það virðist vera sem að þú hefur ekki verið miðmeistari, hörðu, þá vissan alveg að þetta var ekki tilbúið, en hann var svo meðvirkur og næs, hann þorði ekki að segja mér það. Í staðinn fyrir að segja bara, hörðu, þetta er ekki ready, þá vil hann frekar að bíllinn myndi koma, banka, og þannig að ég held að það sama kannski með Luckin Coffee gæinu verið bara, þetta er ekki nógu gott uppgjör maður. Við hefum ekki aðeins að bæta þetta einhvern veginn og hann hefur bara editað tölunar, þetta er lítið miklu betur út svona. Þannig
það var svona minn fyrstu eini stokkur sem fór í Zero en ég alltaf var með klinkana en fleiri munu fara í Zero því ég mæti aftur til ykkar og vonandi er inn einhverjar sögur af því, það er gaman að því. Færum okkur yfir í golfið, knattspyrnuferilinn og lífið framöndan. Vá. Knattspyrnuferilinn er ekki mjög impressive sko. Ég vona að golfið verði betra, verði betri ferillar. Já, þú sagðir í seinni nýju hlaðvarpinu að þú væri komið með 7 golfkennara. Langar bara að spyrja þig, hvað er markmið þar? Markmið er að vera betri. Ég ætla að byrja því fyrir árið síðan og sko, ef ég hefði vitað hvað þetta er skemmtilegt, einhverju hefði pikkað í mig og sagt mér það. Menn reyndu. Það er fullt af fólki búið að pikka í þig. Já, sko, eins til dæmis bara, sko, þetta er öfugt um það. Vanlega þannig að menn í kringum með byrja í golfi og reyna svo að draga konuna með og reyna að kveikja áhuga á henni og mér er þetta öfugt. Þess að Guðríður æfði golf þegar hún krakki og hún að draga mig í golf. Og ég var alltaf bara, hörðu, veit að líka átt að vinna 16 tíma á dag og ekki mikið tími fyrir golf, sko. En svo að Hjöbbi kom reglun og skrifstofutíminn þannig í sporthúsinu og hörðu, þú ert okkur í golfið maður. Og ég var alltaf að hummað að mér, þá getur hann ekki býðið til mér og fór bara sjálfur. Svo byrjaði ég og djöfull er þetta grínast. Hvað þetta gaman það? Ég bara, ef ég gat einhver útskipt fyrir mig fyrir árið síðan, þetta væri svona skemmtilegt, sko. En við dreymur Club Path, sko. Ég er í vesinni með Club Path, það er ferillin á kilfunni í vesinni hjá mér. Þetta er sprattur. Eina sem ég hugsa, allan dag. Og svo er ég að fara í golfferð til Dublin eftir viku. Það sem allt er tekið upp, ég var að fara með Hjöbba, Eðsmára og Sindri, okkur besti maður sem húrra á Flatey og þetta er svona golf content, við erum að fara að keppa og þetta er hérna að fyrir á YouTube og Instagram og eitthvað, skemmtilegt shit, sko. Og ég er langlélega svona alltaf, þeir eru allir búin að góla lengur en ég, þannig að ég er bara að slá daglega að vinna í þessu. Þannig að móti kemur það svo gaman líka gólu, þú veist, leður verið betri, það er entertaining, svo ertu mættur út hérna í gólbíl og fylla klakabóksi eða okkur bjór og með skemmtilegu fólki og sól og það er ekkert eðlilega gaman, sko. Já, það er eitthvað... Gaman að líka vera hobbyða sem getur að fá þig kalda. Já, svo prófið ég líka nýtt hobby, skíðum daginn, aldrei bara, málega ég er með mikið að kunnum en á Garðabæ sem það lið á yfir nokkra dollara og það kemur til mín, hörðu, er gólfferðir og skíðuferðir, þetta er skemmtilegt að þú gerir og ég er alltaf nýbyrjaður í gólfinu, get staðfest að það er skemmtilegt, svo er ég alltaf með skíðuferðinu, það er eitthvað gaman, fettið Madonna í febrúar, ekkert eðlilega gaman við setjum upp á okkur fjalli það var teneviður, ég var á bolnum ég hugsa bara, hvernig getur þú snjór og það er teneviður, hvernig meikar það sensjætt upp á þessu fjalli hérna, skildi því þannig að ég get staðfest að þetta eru 2 bestu fríin svo ferði, það er skíðaferð og gólferð. Já, en þetta er samt er þetta ekki minna gólf og skíð, er þetta ekki bara kaldur eða? Ég minna samt svo, ég veit marga pillur á gramminu þegar ég var daginn, á að skíða eitthvað ok, ég er ekki með síman uppi þegar ég er að skíða þannig að þá er ég ekki búið til content. Þegar ég sest niður og með bér, þá ríf ég upp síman. Þannig að fólk er bara, gera hann eitthvað annað en hell í sig þetta. Þannig að, en vissulega, ef ég sá skála, þá var konceptið mitt þarna, við stoppum í einum það ekki, og stoppum, förum hana úr skíðunum, tillum okkur niður, bér, svo aftur í skíðin, áfram niður. Þetta er eitt eðlilega gaman, sko. Þannig að þetta henda mig vel þetta sport og nú ætla ég að vera með eina reglu, að 10. janúar, svo skíðaferð í feb, svo bara gólferðir hérna frá svona mars til des. Ég veist, eða gólferðir, ein var gaman, 1, 2 eða. Já, það hljómar ágætlega. Gott svona sett upp sér að smíða þarna. Svo getur þú lögum með nokkurum paddelleikjum hérna inn í gólferðina. Það er drullu gaman í paddel. Já, og áfárulega vel við gólferðina, sko. Já, ég fer stundu niður þegar vantar mann í sporthúsinu, fer niður, líka svo huggulega aðstæða sem Þröstur er búin að smíða með niðri og hérna ógeðslega skemmtilegt paddel, sko. Sammála. Fótboltinn, samkvæmt KSÍ áttu 14 leiki, 2 mörk, 1 gult og 1 rautt. Sigur hlutfallið reyndar ekki að vera endarum, 6 sigrar, 4 jafntefli og 4 töp. Það er bara geggja ratio. Það er bara eitthvað sem að margir atvinnumenn myndu drepa fyrir, 43% vinningshlutfall. Ég meina, ég er búin að vera að byrja í fótbolta bara 5-6 ára grislingur og er svo bara on-off einhvern veginn. Samt svolítið áhuga laus, ég var svona típisku krakki bara sem var í fótboltanum bara á félagskapnum. Ég tengi svolítið við Eva Malin, dóttir mín eða sílikast þannig að hún er á Breiðablik og veist, ég held að sé aðalega bara hann til þess að hitta vinkonu sín og hafa gaman, sko. Fregnaður atvinnumaður, sko. Ég var ekkert ósvipaður þarna og síðan var ég svona dett inn út úr fótboltanum og hérna, en þú veist,
bara, ég veit ekki, ég var svona áhugalaus en sem var samt, gæti verið segurinn á milli en aldrei, ég átti aldrei breyki að spila í efsudeild eða hvað ekki svo Mækarinn eða Poker King eða þú veist, vinir mínir sem eru Mannsættur þessu rauða spjalli? Já, það var félagið minn sem var sóðataklaður og ég hljópa á hann og svona, veist, setti smá svona kassan í hann og veist hvað það gera eitthvað og hann var bara með Academy Award winning acting sko, rúllaði eitthvað 20 metra sko og fiskaði mig út af hann, það var ekki alveg að læra það sko þannig að ég var ekki meiðan eitt sko. Nei. Við erum komin í rittarspurningar þar í bland við almennu og við vorum að spá að leyfa Ingvar Þór Georgssoni bara Já, hvernig væri það? Ríða á vaðið. Það er meistari. Já, það er nefnilega meistari. Það er alvöru meistari. Hann spyrði hvort ferði í sardínur eða ansjósur á fossinum? Hörðu, það er eina sem ég get ekki á fossinum hjá Blöð. Það er sardínur og ansjósur sko. Ég er að viðurkenna það. Ég held að Ingvar að vita það sem þetta er pilla. Þetta er pilla á mig hérna. En maturinn á fossinum er ekkert eðlilega góður sko. Þetta er eiginlega bara masterstroke matsiðið sem að Rakel og Blöð smíðu hana. Þetta er líka réttir svo sérðu ekkert á, ég er á veitingastað á Íslandi sko. Þetta er svona öðruvísi sko. Já. Þannig að hann er weird en rosalegur. Já. Þannig að ég hef ekki smakkað það, Yngvi, takk fyrir þessa, en quesadilla er geðveikt þarna og margt sem er rosalegt. Matsellið er mjög vel hefnaður, en ég er ekki bara að fara í það. Ég get verið matvandur með sumaluti og þetta er partur af því. Já, til hann ekki blöð með hennar stað. Viktor Pétur spyr, hvernig fagnar hann ef systir hans fer inn í bæjarstjórnuna í Kóp? Já, ég myndi bara fagna því. Hún kom með til spjall í FNÍ Blöð í gær og aldrei, veist eiginlega, þetta er ekki hverjum degi sem sýsti mín kemur þar inn og hún hringdi mig eftir í mig þegar ég var að bjóða henni sko, hún sagði að bjóða mér að fara inn hérna, sjöta, hvað veist það? Og ég sagði bara, akkur ekki? Já. Veist, hún er geggjuð í þessu og veit mikið líka og veist, hún er mikið tengt íþróttum með, þetta er svona íþróttafamilja og er dugleg, þannig að hérna, það væri bara mjög gott fyrir Kópa og hún myndi ná inn sko. Já. Þannig að hérna, hún er í sjötta og það er alveg fræðilegur, mér það var könnunum daginn og þá var 5. inni sko og veist, en ímislega getur gest en það var geggjað fyrir Kópavog ef hún myndi fara inn sko. Ég veit að Orri framslána kongu var þetta í 299 sko en XUT takk í Kóp. Það er toppmaður en því miður er þetta X í því þarna. Já, við kjósum Andra Stein og Ástísi Kristjáns, það er bara þannig. Jú. Er það yfirlýsing frá Katt? Sorry, já, það er bara þannig. Bara official yfirlýsing. Já, ég get bara stutta. Otto Marvin spyr, menn enn að nota sætlan, áttu ekki einhverja góða sög á King BK? Já, ég skil ekki þessu spurningu. Það er ekki hendur. Nei, þið veit ekki hvað okkar besti maður, Brynjar Karl, hann er með þjálfa hérna körfuboltalið. Já, hann er komin eftir. Hann á þess að sætlæn. Já. Og hann lonsar þessu, alltaf, mér vantaði alltaf sínum tíma, eitthvað forrit, skilur, til þess að vera með fjárþjálfuna. Og þeir eru með sætlæn. Sætlæn er ekki bara, þeir eru með fótbolta og körfubolta og öll sport í rauninni, en það er að nota þetta líka fyrir þjálfunni hérna í sal, sko, bara fyrir liftingarnar, sko. Þannig að hérna, en ég hef ekki alltaf langt síðan, hann drósi út úr almennu rekstri fyrir löngu síðan, bara í þjálfun og öðru sko. En helviti gaman að þeir meistar og öll okkar samskipti það bara mjög góð, toppmaður sko. Já, algjör toppmaður. Djúvöldlega gaman að fá að þið fengum hann daginn. Hann kann að velta stein. Já, hann getur bladrað líka. Heimir S. Árnason, hvað er gilsi í brefunum í dag? Já, það er svolítið sem fórum yfir á hann. Ég er 60-40 Erlend Ísland. En gefur eitthvað upp? Já, ég er mikið með félaglöki í rauninni, sko. Ég get alveg gefið upp, sko. Það er ekkert eitthvað... Nei, ég er að segja, einstök stokk. Já. Ég er þessu stemningsstokkum á Íslandi, Oculus og Amarok og Alvo og... Það er brekka þar þess að dagana. Ég er í ölgerðin, það er bera. Ég elskar light beer og gott koncept að kaupa í einhverju sem þú notar. Það er eiginlega koncept, svo nú nota ég Spotify þegar ég er í gyminu, en ég keypti Spotify. Já. Núna, ég nota Apple, keypti ég Apple. Þannig að þetta er koncept sem ég er að vinna með. Ef þú notar eitthvað, kaupti því. Ég á Tesla, ég keyri á Tesla, keypti Tesla. Já. Þannig að þetta er eiginlega með philosophy. Ég nota Alvo. Kaupi Alvo? Já. Ég er ég að nota Alvo? Ég er með eitthvað íbúfenn frá þeim. Bóttið. Og Amarok líka, já. Oculus, þetta ég ekki, Oculus það er sigurverðin. Maður, þess að ég ræddi á hann, maður er í þessu stemningsstokkum. Já. Og
Það er þetta að spila sóknarleik. Þannig í sóknarleik. Já. Ég er með, sko, varnarlegin klár. Þannig að nú þannig í sóknarleik. Tristan Esi Gíl spyr hvaða forgjum verður Gilsarinn komin í eftir sumarið? Sko, eftir sumarið, ég var með markmið, maður er alltaf markmið í lífinu, það er að enda árið í 18. Já, En hvað ertu með núna? 30, byrjaði 54, alltaf fyrir árið síðan, komið í 30. Hvað er Hjörvar langt á undan þér? Hann er miklu betri. En það? Hann er bara öðruglega í kringum 18. Hann ætlaði aldrei farið í kennslu, hann beit í sig bara að það er ekki að kenna honum golf, hann er bara fer bara út og slær og ef þú tekur 1.000.000 ringi og það verður betur og betur og betur og hann er hann drullusegur, hann viðurkenna alveg að vera til í að vinja nokkur hlutum með sveifluna og hvað, en hann skilar góðu skori. Þetta eru 2 mismöndi skólar. Og þetta er eitt af með góða sveiflu, svo hægt að skila skori. Sko. Já. Ég sagði við gólkennara minn, sko, ég er búin að mála þér, löghefil mitt undanfarið verið 19. fyrir Bíldsöða. Bara ég átt heima þar og þú sér mig þar á hverjum degi út af því ég er apaskít með sveifluna. Og ég sagði við Átna sem er að skóla mig til þar, ég vil hafa Instagram væna sveiflu. Ok. Þú veist, það er eina sem ég vil. Þú horfum á Instagram, ég vil posta mynda mér með rosalegustu sveiflu sem þú séð. Alveg saman þó bolti fari bara í ykkur foss, en ef þetta var bara, fólk er bara, sjá þessa sveiflu þannig. Hjöppið með þetta akkur döfut, ógeðslega sveiflu, en skorar upp á 10. En ef þetta væri gaman ef með tækist einhvern tímann að saman að hugulega Instagram-væna sveiflu og skor, en nú var þess kennarinn minna að fara að harra upp í baksveiflunni, sko, sem er Instagram-vænt, sem ég baði hann og nú sjankaði boltan alltaf 2 metrar til hægri, allt í apaskít, sko. En ég að vika í Dublin, sko. Guð blessið hann sem endur með mér í Texas í þeirri ferð, sko. Elko. Vorveisla í Elko, Quiet Comfort Ultra þrálu setjandól, það er einhver 40 kall og Swirl ísvélinn á 52.000. Já, sælar. Woodfire pizzaofnin, hann er á 52.000 líka. Nanopresso ferðarkaffivélinn. Það er þetta skemmtileg græða, Nanopresso ferðarkaffivélinn á 9.800 krónur. Út bara einhver staðar, út bara tjálta í sumar. Og þið langar einn rjúkandi heitan kaffibólla. 2 espresso. En það er hvergi innstunga. En þá ertu með Nanopressuna. Já. Ferðarkaffivélina. Farð ylvolgan bolla og ég ekki að segja pizzaofnarnir séu vörur vikunar. Já, ég verð að taka það. Heiti, launavinnsla er ekki eitthvað sem má klikka á. Þú vilt ekki klikka þar. Nei, það er líka að síðan sem vilt klikka á. Að hafa þetta rétt skráð, rétt reikna og réttum tíma. Það er eitthvað sem að Peiti sérum, bara bókaðslust sem að ekki er allt svo miklu þægilega. Fröken Reykjavík. Agadashi brauðið. Ertu búin að smaka Agadashi brauðið? Nei, þú veist hvernig Gils er að tala barða? Já. Það er markastur í Íslands hótela, sko. Já, það er nefnilega það. En það er gert úr tofu, fléttað og bakað ferskt alla daga með hvítlauks og sítrónu gljáa sem gerir það stökt og þetta lunga mjúkt. Ég er búin að bóra þetta, Þetta er ekkert eðlilega gott, sko. Já, ég er bara á leiðinni, sko. Já, líka, og Íslands hótela það eiga frökur ekki, sko. Já, en svo þægilegt fyrir mig að rölda ánga því að þetta er bara í námynda við það sem ég bý, sko. Þannig að svo, elska Fröken Reykjavík. Beint á móti MR. Kvikmyndaskólinn. Húsið opnar 21. maí, þá er opið hús og þar getur við kynntir starfsemi Kvikmyndaskólans. Miðvikudagur 21. maí frá 15 til 18. Fínt að gefa sér spjall og fá að kynna starfinu að því að þú getur skoðað þetta kvikmyndaskóli.is en að fá einhvern sem að þekkir þetta og þú getur spurt beint hrikalega gott fyrir þá sem að hafa áhuga á þessu skapandi starfi sem að þarna fer fram. Já, klárt. Snæland Grímsson, flugvallarskuttlan.is á leið í gólfferð erlendis. Þeir sækjaði heim og skuttla gólfhófnum beint til Kef með nóg plás fyrir gólfsett, ferðartöskur og allan búnaðinn. Það er flugvallarskuttlan.is. Ég get ekki beðið eftir að horfa þá, veistu. Nei, sko, það var einhver hringur daginn að þú og Rú og hverju voru fleiri? Já, sko, þá var ég bara virkur á gramminu. Þá var ég með Sexy Brew á Spáni og við vorum saman í Texas. Á móti Gylfaþór Gylfaðssoni fasteignasala sem er hérna vorum að fórsetanum og hafa með Gurri í liði og ég og Sexy Brew fengum Eagle. Minn fyrsti Eagle. Ég veit ekki en ég átti kannski ekki mörg högg í þeim Eagle en þess að ég sagði alltaf að Texas er a team effort. Þú veist, it's a team. Og hver setti pútti niður? Þú veist að ég er svona gaggendur með sér, hvað þú mörg höggi sem Eagle á það. Ég sagði, byrju, hver setti pútti niður? Hver lokaði? Hvað var Sexy Brew að drulla á sig það? Hver setti það niður? En Sexy Brew, hann er alltaf óþólandi, ekki nóg með ekkert eðla huggulega, hann er eðla góður í gólfi líka, sko. En hvernig er Gurri, er hún betri að vera en þú? Já, hún æði sig gristlingur. Já.
veist, hún slær yfir 200 metra, hún er með club speed sem meira en kallmaður með og alltaf fremri teigum sem smá lifehack því að hún getur slegið yfir 200 metra og á fremri teigum. Þannig að hún neglir hann, þá er alveg vesinni. Þannig að hún er svona hún er með svo langa limi, sko, svo hrossaflugar, sko. Þannig að rosalegri vegalend með kilvuna, sko. En ég og Sexy Roo, það var alveg teimi í Texas. Trúið því. Við köllum okkur Eagle Boys núna, sko. Með WhatsApp-grúpu, hún heitir Eagle Boys. Ég get ekki beðið eftir að fara aftur og taka round með honum. Rúrik, ef þú hlusta á þetta, þá ertu svona 7.000 ólesinskilabóð frá mér. Já, hörru, við veiðum hann inn. Ja, það ekki. Haltu bara áfram. Það virkaði á mig. Þú bara mætir á endanum. Ágúst Bjarni, hvernig megum við að vona á collab hjá þeim virtu plötusnúðum DJ Muscleboy og DJ Alligator? Shit, það væri alveg collab. Sökar með Lollipop. Tjúfallega það. Eðlilega gott lag, sko. Eina sem að hann ekki en dying need of cash ég flett hún upp daginn Alligator þegar ég að fan ég að vona að væri maður lóðrétt sko bara þá getur þau senda hún að skila bara hörðu gamlega gig hérna og hann segja já með öllu hörru það bara eitthvað séu lands upp og nörd drulla peningum en ég var svona anskotin þá get ég ekkert veitt en hérna yfir fyrir eitthvað klink sko en þetta bara góða punktur á þessi mestari ég prófaði að svona slæta inn í DMs með kannski collab reyndar eitt, ég bara þetta í hununa, þegar þið voru í höllinni það var eitthvað bíf á milli þín og hvað var gettað eitthvað já, nei, fyrir einhverju síðan núna í höllinni, það var gamla daga það var eitthvað bíf já, nei, hörðu, það var skúter það var managerinn hans málið að þetta er mjög skrítið með skúter þú græðir hann já, þú veist, sko, það gæði sem flytur hann inn við komum inn í þetta dæminu næst eftir á en hann er mjög krefjandi H.B. Baxter sem er ljósærði meistarinn í skúter og það er veist, að flytja hann inn sko, eins og Bjöggi sem við varum að taka inn í tala það bara eðlilega glaður að vera ekki að flytja inn á næstum sko, það er bara allt vesen skilur, miljón meil, öll vesen og allt krefjandi og svo líka leggja svolítið áherslu á skúter að uppbytunaratriðin þurfa að vera svolítið róleg veist, þetta þarf að vera leiðileg stemning svo mæta þeirra svið og allt vittlust þeir vilja allt leiðilegt bara, sem ég skil konseptið þú ert með eitthvað akt skiluru þá viltu ekki að þessu geðviki rétt á undan vilt að bara fólk er bara leiðist hann í salnum og svo mætið þú að gera allt vittlust nema það að ég er hann á sviði og það er allir hoppandi og allt í geðviki og það ég næ alltaf góður stemningu hann upp á sviði og svo allt í hennum bara slökta það var bara managerinn og skútið bara búið að kippa okkur á sambandi ég ætla að enda þarna á Summer Buddy sem var loka lagið allir í gýr og þá bara slökka okkur þannig að það fór í töðunar á mér það var óg gaman þetta var óg gott sjó en hvað gerður þú þá? Ég fór á töði í þessum manager og sagði að það var en asshole og þú veist, ég brjálaðist ekkert ég var pirraður og en samt, þú veist þetta skrifast kannski ekki á baksterinn hann er bara hann var bara backstage hann að styrta í sig hann inn í klefa hann í Laugardalshöllinni sko þá var managerinn hans sem var með leiðendir sko og managerinn hans er frekar leiðilegur sko hann var svona, það er vesen kringum skúter hljómsveitina eða hvað þú kallar þetta sko þannig að það var þetta bíf sko, það var ekki alveg lett sko þetta var móli það var móli Jón Örn, ef þú fengir eina æfingu til að gera restina af lífinu hver er þið svo æfing? Í geminu? Góð sko vanalega ef alveg veist, ef líður vel í skrokknum þá réttu við litan ef góður en ef mjóbaki er smá tæft þá myndir ekki velja dettið sko og ekki heldur beigju með stöng en ef alveg feskur mjóbaki upp á 10 og þá var það dettið það er svona meira upp á þess æfing þess að kefti með sér Íslandsmótið réttu við litan þannig að út af því að það tekur á alla líkamann. Já. Gott, Gísli Jörgen spyr, ertu alveg hættur að segja sittiðu? Eða hendur í það á til? Ég hendi það á til. Sagði á að sittið. Þú múið að segja nokkuð sem um það. Og líka mjög gaman, ég fæst til skilum frá útlendingum. Hey man, what does sittið mean? Og ég sendi alltaf, it's basically how are you doing, have a great day, I hope you're lovely.
and nice to see you, all in just one word. Og þegar daginn, that's a cracking word to have. Gæði ég bara, ótrúlegt orð sem Íslendingar eiga þarna. Þetta er mikið speki bak við Sittitu. Gerir þér Hafnbyr hvor í betra standi, Leifur eða Birkir? Hvíða fyrir þessar aðeins? Sko, það mjög erfitt til að meta það hérna sitjandi móti ykkur félagunum það hlýtur að vera Leifur er að tala fitupróstuna eða bara almennt, þú veist, við tökum allega bara hérna, þú veist styrkin, þólið og þú veist, Leifur vinnur bara þetta þú voru bara þú ert búin að duglegur í játnunum, Leifur? Nei, en duglegur en ég? Já, þú veist, jú, kannski 3-4 Og hvað er þetta að æfa? Hvað er að æfa? Hvað gimmert í? Já, ég er í World Class Vassmýrinni mest. Með Litlagilsa? Já, með Litlagilsa. Litlagilsa, það kólu vitlis í Vassmýrinni. Já, hann er oft að það. Hann er öskrandi að beigja hrigalega og... Nei, þetta er ekki sömu læti í honum og verist... En hann má róast. Já. En sko... Ég ætla rétt að vona að þú vinnir þetta áfram. Já, við bara halda áfram. Já, við gefum þér þetta. Ef við tökum liftingarútuna, þá er það 50 mínútur á hjólinu og síðan teki eitthvað. Þú tekur 50 mínútur á hjólinu fyrst. Ég tek 50 mínútur á hjólinu fyrst og svo er ég mjög hrifinn af því að taka snöggaæfingu. Ekki verið 2 tíma eitthvað slugsa, heldur bara súpesett og... Það er töluvert betra að setja að taka snögga liftingar en enga. Já. Það er að fara rauk fyrir að vera betra fyrir að snúa sig við, lifta og taka svo 50 mínútur á hjólinu eftir það. En hvað finnst gerir saman með gusumenninguna? Með gufuna? Já, bara fara í sjósund ég veit ekki með sjósundi Kaldur pottur eftir að taka liftingaæfingu Er þetta rosalega helsa? Er þetta bara eitthvað fucking... Það er klálega science baka gufuna það er bara risa finnsk rannsókn daginn sína og tekur gufu nokksunni viku þá líður lengur og minni líkur deyjur og öllum sjúkdómum og það er svona koncepti líka sem heitir heat shock protein sem er mjög gott að aktivita og þú aktivitar ekki þetta heat shock protein nema í extreme heat eða extreme cold þannig að þú ætlar að aktivita þetta þá verður að fara í mjög heita gufu eða mögulega kalda og hérna það er verið gott ég gaman að ég tek alla þessa gæja sem er að skrifa bækur með langlíf og svona tekur sem að sem er fyrirvara margir sem gæjar að selja ykkur fæðubútarnir sem að engar rannsóknir eru fyrir en ég gaman að fylgjast með þessu og þessu hérna en það er klálega science bak við gufuna en eins og með kalda ég persónulega það mikill aumingi þegar ég sett putta núna ég bara neina ég er ekki bara ónið að glemdu því Gilsarinn er alveg eins ég er bara fatt við erum eins ég fer bara í gufuna drullu næs ég aktivita því heat shock protein þar en við langar að spyrja fæðubótarefni einmitt að þið vorum að tala um heilsu hotn Gilsarinn senna á þurfa almennir hlustendur að vera í fæðubótarefnum Þetta þáttu 301 eða 2 aldrei farið í heilsu held ég nokkuð tíma kannski eðlilega skál bara fengið mig hvena sem er í heilsuspjall ég kannski fæði þátt 400 og svíkum ekki aftur það í 401 Svafa Knútur ef að Svafa Knútur er 400 og setjum í 401 en já, þurfa Íslendingar almenna hlustandinn fæðubótarefni og það dæmi mikilvægasta ef við talum bara almenna heilsu það er lyfta á lóðum, taka kardió og há próteinintaka og consistency, bara mæta the key, en það er mjög spennandi rannsóknir með kreatín ekki bara fyrir vöðubyggjum líka bara heilan og það er interesting, ég myndi segja Íslendingar taka D-vitamin, þú fengir svona spray gult spray svo neglir upp mjög einfalt, þannig að fjölvitamin mögulega gerir ekki raskat en tapar ekkert að taka það, þannig að neglir í fjölvitamin og D-vitamin það er dimmt allar syngja og blessaða klaka að taka það, omega-3 en þetta gerir náttúrulega ekki neitt miðað við bara há próteinintaka og lyfta á lóðum er the key bættu svo bara við D-vitamini, omega-3 og kreatíni og út góður pre-workout? Já, það er bara að koma í gýrin Já, það gerir ekkert meira það það gæti gefið þér meiri líkur og fara á æfingu sem er gott og líka þú mögulega tekur 2 ekstra reps í ykkur setti svo við höfum ekki gert þannig að svo óbein áhrif og það er ekki sagt að pre-workout virkar 100% ekki svo kreatín en ef þú tekur betri æfingar út af því og tókst pre-workout þá eðlilega skila það sér En ok, þetta er geðvegt
við erum að toppa þetta núna, sko. Sorry, Ólafur Ragnar Grímsson, sko. Penni, peptides. Já, það allir á pennanum. Hvað segir Gilsar það? Sko, mér, ég Og þetta, öll þessar pillur til að... Já. Sko, eins og Wegovy og Ozempic, sem leyft, klálega virkar, og þetta er ekki eitthvað rísa inngrip, skilur, ekki bara skera magan á þeirri tvent, og en það náttúrulega að koma lyf á markað sem Eli Lilly með Novo Nordisk sem því miður á ég bréf í þeim sama hér þeir eru að fara on the wrong horse þeir eru í álveru vesinni Býtu, hvað var það? Þeir bara eru með pennan en nýja tæknin ekki penni og það eru þeir að klikka Já, og hvað er þessi nýja tæknin? Sko, Novo Nordisk með Wegovy og Ozempic og auðvitað það satt jákvætt að sem að þessi lyf eru geggjuð bara og díla við ofþyngd alla ævi og þetta er drullu trikki. Þetta er ekki einfalt bara að þú segir eitthvað fólk sem á þúnt, ég ættu bara minna og heiðu þau. Þetta er bara, fólk að díla af alls konar vesen og þessi lyf hjálpa. Og þetta virðist vera bara sem ángriðs ykkur bara kraftaverkarlyf. Sko. Ég þá betur að heyra eitthvað neikvætt sem gerir. Sko. Og ég er að fitum alveg mikið af fólki sem á þessu. Sé bara svart á hvítu hvað það virkar. En svo að koma næsta level, sko Eli Lilly, sem að keppa á Novo Nordisk, Eli Lilly alltaf fyrirtæki í Bandaríkjunum, þeir eru komið með liðsviti Mounjaro og það svona, þetta við tölum bara 1, 2, 3. 1, 2, 3, það Wegovy og Ozempic, svo komið tvíverkandi lyf sem Mounjaro og fólk alveg Íslendingar hafa verið að fara til UK og redda sem Mounjaro og komið svo heim, en svo komið þríverkandi sem heitir Retatrutid. Það eitthvað mest next level shit. Það sem gerist líklega, það verður engin feitur okkur ár, sko. Ég hef aldrei séð svona tölur á æfum minni. Það fólk að redda sér þessu frá Póllandi og Kína og eitthvað á Íslandi í dag, sko. Annarkvæm maður að taka reta og ég hef aldrei séð svona tölur á æfum minni, sko. Þetta er ótrúlegt. En það sem talað sko, there's no shortcuts in life, sko. Já. En eftir að segja mér að það sé bara þannig. Já, sko. Auðvitað eftir að rannsaka, það ástæði verið að þú myndir spyrja mig núna bara slökk á kamerunum, ég fór að reta. Ég ætti erfitt með að segja það já, bara í hvernig. Út af því að fyrsta lagi ekki búið að leyfa þetta. Svo Eli Lilly núna bara dett í, þeir einhvern phase 3 trials, en ef þetta fer í gegn og Eli Lilly gefur út að reta, og nú fólk að retta sér svo svörtu markaði, þá, og þetta lýgilegt hvað þetta virkar. En svo kemur þetta umræðan svo long term effekt, sko. En þetta virðist vera eitthvað kraftaverkarlyf staðan núna, sko. En virkar það, sko, svo geðið. Sko, þú tekur þessa pillu eða hvað, það pilla? Þú sprautar þig með þessu einu sinni viku. Já. Bara í húð, sko, en þetta svona, svo insulínnálun, pínulítir, sprautar í bumbuna, finnur ekki fyrir því, sko. Og það ert ekki seðil fyrir svo eða neitt, eða? Já, sko, eins og, nú getur labbað til læknis bara, ef þú fær til læknis og segir, hörru, setjið þið, mér langar að fara að vera gófi, læknir mér segja, hörru, þetta er örglaður, þetta er tóformið en það þegiðu, þetta er fyrir fólk sem að díla við ofþyngd, skilur. Já. En fólk að nota þetta til að kötta sér niður fyrir tenni, sko. Já. Ég fekk daginn til minna, tenni, hendi mér á smá reta þetta. Þá veist að fólk er að misnóta þetta koncept, sko. Já. En þetta er drullust sniðugt. En eins og segir, gæti enda hafið bara til 10-20 ára að vera engin feitur. Þetta gæti bara þannig að allir veitingastæri heimun taka bara hit, sko. Og það sem gerist er að þú borðar, sko, þetta minkar matarlyst, þetta minkar kreifing í rusl og þú borðar minni skammta. Skilja, það sem þið gerir. Þetta er einfalt dæmi. Þú bara borða, hvað gerir þessi lyf? Borða minna. Og þá getur þú spurt mig bara, okkur borða ég þá ekki bara minna? Ef það væri það einfalt, þá myndi ég bara sjúk, borða það bara minna. Það gerir það sama eins og fara og reta. En þessi lyf, sko, það hlýtur að hlutföllin á líkamann hljóta að vera skrítin eða eitthvað. En sko, ef þú lyftir, sko, það sem er algjört key, segjum við sett á Wegovy og Ozempic, þú verður að skrúa próteintönguna alveg vel bara sinnum 2 eða sinnum 2,2 líkastínd og lyfta á lóðum. Þannig að þú vilt minimassa vöðvatap í þessu, sko. Þú veist, ekki bara taka Wegovy og Ozempic fyrir að hlaupa. Þú verður að lyfta. Það er key. En með að reta, eins og segi, þetta er, hvað ég segja, ég myndi að giska á að koma 2027 og þegar Eli Lilly gefur það út og ég mæli með bara... Er þetta að kaupa í þessu, eða? Ég mæli með að kaupa bara Eli Lilly bara eftir, sko. Já. Þeir eru á markaði á Nasdaq. En þetta eru þau hjút, sko. Það er eitthvað $1 trillion kompani. En það Novo Nordisk, komið eitthvað smá kompaka ekki núna? Nei, þeir eru bara í brekku, sko. Þeir komið við Wegovy hérna í töfluformi og það sömur hrætti við að sprauta sig. Illa með nálar og
það er mjög næs að þessi komið töflur Já, og það er ekkert fyrir alla að sprauta sig á hverju viku, sko, fólk er bara illa við það og já en þeir hljóta þurfa að vera að svinni því að svara þessu, þú veist, ég get lofa því að Nóa Nordiski bara, hörðu, Íla Lilja með reta við bara fáum okkur síg og gerum ekki neitt þeir geta bara, þeir munu berjast þarna þeir gefast ekki upp og líka Danin, ég heldur að bara sofið aðeins á verðinum, skilu, þú veist, Nóa Nordiski er eitthvað velta meira en öll Danmörk, sko, og svo bara kemur Íla Lilja bara, veist, og bara pakka það saman, sko. Og þá spyr ég aftur þess að spyr ég byrjun þáttar eiginlega, þú veist, spyr ég út í hefur áhyggjur á AI með fjárþjálfununa voru ekki áhyggjur af þessu að fá sér allir bara eina góða töflu og það var allir í góða standi? Ég held að veist, þetta mun, veist, fólk mun grennast alveg 100% en það er svo mikið að lyfta lóðum, sko. Sér líka allir sig gæjar, þessi læknar og sem er að rannsaka langlífi, hvað er allir sammálum? Að líkilega langlífi sé að lyfta lóðum. Það er bara the bodybuilders always knew, sko. Kardió, það er ofmeld. Nei, veist, þetta alls ekki, þú veist, Vaffo 2 Max, sko, ef þú tekur, sko, besta komboð, lyftu lóðum, þó sé 2 í viku. Ég er ekki að tala að sért 6 í viku svo litligils í vassmíninu, sko. Nei. Bara, farðu bara 2 í viku. Þó sé 20 mínútur í senn, bara lyftu aðeins lóðum, kardió í kombói. Hvað sem að sé padel eða, veist, röskur göngutúr eða whatever, sko. Ég vil tala besta komboð. Veist, en þetta er svolítið, að lyfta lóðum er svolítið að fá smá svona mikið kredit undanfarin á, sko, því að veist, það var litið niður á fólk fyrir einhverjum árum, sko, að svo varst að lyfta og bara, þessi styrahau, sko, að lyfta lóðum og, veist, þá varst að tala við gæja sem, svona, einhver marathón gæja, skilur, þú veist, þeir bara, veist, ég satt einhvern tíminn í matabúði og fekk einhvern gæja svona á mig og bara, hvað er þetta að lyfta? Til hvers að lyfta? Skilur, þá, og þetta er kannski, 20 ára síðan eða eitthvað, ég man eftir þessu matabúði. Þú veist, þarna bara var, þú veist, the science ekki alveg að bakka upp, skilur hvað sem mikilvægt að lyfta lóðum ofan. Þannig að háprótindaka og lyfta lóðum, ég er bara að vona flest sem að hlusta bara bæti inn í rútinu og þó að sé ekki nema, ég heldur að sem margir klikka á, þeir hugsa út af því ég er ekki að lyfta 5 sinnum í viku, þá tekur það ekki. Þú veist, farðu, ég lofar, 1 sinni í viku í hálftíma er rosalegt með að það gerir ekki neitt, sko. Þannig að trottin einni helvitis æfingu í viku. Klart, amen. Amen. Skál fyrir því. Skál, þetta er mjög góður. Kaldi. Light beer hérna. Kaldi light. Ég veit ég ætti að hleypa réttur að ég langar samt svo að spyrja þessu að því að ég veist, þetta er ekki að við bara erum fínur á tímar. Toppmálum. Hérna að því að Ég vil bara beðum Gurri afsökunar. Nei, ég er að fara í gólfhermi hérna. Hún byrjaði bara að slá og ég mæti. Við þurfum ekki að hætta hérna út af því. Að því að sko, þú veist, það er þetta klassíska 8 rep, 4 set, eitthvað svo leiðskilur, þú veist, og hvað er þú, þegar það er 8 rep, er það 8 rep til failure eða er það bara, að það er svo margir sem hafa mætt í ræktina ár eftir ár og tekja bara sín lóð þarna 20 mín, sem ég tek alltaf 8 sinum. Sko, til að vera best þjálfaður, þá er gott að rótira repsunum, ekki alltaf vera í 8, droppa í 5, 4, 10, 15. Að droppa niður 5, því það, þú veist, ef ég er að fara að taka 5, því það að á 5 þá, þú veist, ég næði. Sko, ég væri til í fallega lyftur, sko. Þú veist, þú sér hvernig kraftlyftingamenn æfa, og sér þú aldrei ströggla með síðustu lyftu. Og kraftlyftingamenn er að lyfta fyrir styrk. Ef þeir eru ekki að drulla á sig síðustu lyftu, ákveð þú að gera það. Okkur meðal Jónun að gera það. Já, veist, ákveð að drulla á því hverju lyftu. Þú veist, ég veit bara feskar fallega lyftur. Það er alltaf leið af og til að tjekka hvað þú ert í ykkur, segjum að sýta bekknum út nálægt 100 kílónum eða eitthvað og langar að rífa þau upp, það er alltaf leið. En ekki verið hverri viku alveg í topp. Það er bara feskar, fallega lyftur. Þú ert að geta verið einn, út að geta tekið bekkbjörn svona aðleið, út aldrei að ströggla með síðustu lyftu. Samt ríkur upp í styrk í bekknum. Þetta er menn ekki áttu mistök að þú halda alltaf verið upp í topp, sko. Það er hérna alltaf leið af og til, skilur, að pína þig og, þú veist, klára alveg to failure, skilur, en þú snöggur í óþjálunni og ætlar að gera hverja æfingu, sko. Já, mjög gott. Það hleypið þeim bara aftur að. Þorvaldur hjá David Jones spyr, eru kolvetni óþörf? Góð spurning. Sko, þau eru óþörf kannski, þú veist, þú getur lifa alla æfi og að taka kolvetni, skilur, Kolvetni, þú þarft ekki kolvetni. Þannig séð, þú veist, það er prótein og fitu og þarft ekki, líka með getur bara búið það til, sko, en sko, ég teki keto session alveg í marga mánuði, sko, og hérna leiði alveg fínt á því og, veist, ég veist líka mikið allt þessu fyrir mig, veist,
að ég hafi prófað þessa hluti, ekki bara lesið þá þegar fólk er að spura mig. Þannig ég teki keto í marga mánuði, sko. En þú finnur betra performance á æfingum eða kolvetnin inni. Þú veist, reyndar og skoða mataræði á Ronaldo, þá virðist hann að bara vera keto náðast alla ferilin, sko. Hann bara kjúklingasalati og þú veist, og það eru gæjar að bæta tíma sinni marathónið eru að keto. Þannig að þetta ekki svona einfalt, sko. Nei. Þannig að, en ég veist, ef þú vilt bara vera heilbrigður til lengri tíma, þá stærsta breytingin ekki keto eða, þú veist, hvað það bara, fyrsta lagi borða hreint. Þú veist, það allir, þegar opni vísi, og þá kemur ykkur næringafræðingur og að velta steinum, hversu oft, það alltaf að vera að ruggla fólk í rýminu. Hún lest ykkur að grein, kjötur holt, eitthvað svona, síðan daginn eftir, kjötur óholt, síðan, hörðu, banani, það eru vesen. Þú veist, það alltaf, fólk bara snýst í hringi. En það eitt sem allir sammála að því hreinna sem mataræði því betra. Ok, ef allir eru sammála það, þú veist, það eitthvað sem jákvætt. Þannig að bara borða clean, og þá meina ég, þú veist, clean, bara minnst unnið, þú veist, ef þú tekur kjúklingabringu, innihaldsefnið bara kjúklingabringa, það ekki saman svo snikka sem 60 innihaldsefni, skilju. Þannig, hvað minna unnið og meira unnið, og fylgir þessar reglu, og þetta tómálum. Já. Frekar, þú veist, þú veist, ég menna, þú veist, keto, þú nennir í 2 mánuði. Þetta á vagninum. Þú veist, að telja grömm og kal, þú veist, alla daga, nennir í 2 mánuði. Já. Þú veist, ég vil fókusa á með fólk, hvað nennur til lengri tíma? Hvað getur þú gert að lífstíl? Hvernig get ég fengið þig til þess að lyfta lóðum og drefst? Ekki 2 mánuði, sko. Þú veist, þannig að... Mjög gott. Einsi Björn spyr, 100 kíló skorinn en það markmið? Ég eiginlega búin að kasta handklæður 100 kíló skorinn, sko. Ég náði 98 Gasmaður. Helvíti nálægt í á sínum tíma. Þú veist, en í rauninni það svolítið með, sko, markmiðin breyta svolítið, sko. Það var alltaf þannig bara, þú veist, það var dead föstudagar og svo þungubekkur og ég var í hróðalöfum gýr, sko. Þú veist, var í Gym 80 með Benna Magg og Stefán og Sölva og svona legends, bara strongman legends, sko, sem, þú veist, álfur andi og æfingum, sko, löðrungaðu fyrir sett og bara geðviki. Það var ekkert eðlilega gaman, sko, keft í Íslabóti, réttu, lyftu og, þú veist, þetta var ekkert, sko, ég hugsa um tíma bara, og að líka, Gym 80 hafi verið breytt í einhverja bleiubúð þarna á Suðurlandsbraut, sko, sem Jón Páll hljópi gegnum veggi, sko, þegar var innréttaður af stað. Það ótrúlegt að einhver gæi sem á Cass hafi ekki stoppað það, sko. Þetta var bara samt, bara, labbarinn Gym 80 og bara óbreytt, sko, hrikalegt. En það breytast markmiðin, eins og þú veist, eins og með mig bara, ég ekki lengur að, ég alltaf detta 300 á markmiðan mér, fór í 265, náði aldrei 300, það var svona markmið, ég hefði líklega náði, ég kyrtaðist mér á það, en nú þetta meira bara, þú veist, vilt bara vera heilbrigður, vera í standi, þú veist, og auðvitað vera sterkur, það bara gott að vera sterkur fyrir almenna heilsu, en ég ekki að leitast eftir, þú veist, að bekkja 170, skilur, ég bara, það mér aldrei gera samt, ég fari í bekkjun og get ekki repsaðan 10 sunum, það alveg á hreinu, sko, þú myndi aldrei finna mig í þannig standi, en ég ekki að leitast eftir að bæta ykkur met, skilur. Repsa hvað 10 sunum? 100 kílóum bekknum. Það var, ef þú verðst aldrei á mig og segir, það farið í bekkjun, þetta 100 kíló, ég myndi ströggla við það, þá var þetta búið, sko. En þú vilt halda ákveðnu standard þarna, en skilja ykkur við, þetta ekki, þetta bara breytast einhvern veginn markmiðin, sko. Já. Nú ég bara að hugsa hvernig ég bætt gólfið, sko. Það einmitt næst. Vigni Freyr spyr hvað vinnuðin verður brjálaðastur þegar hún gengur illa í gólfinu? Sko, ég myndi að poppa 3 upp. Já. Það Elmar, engaþjálfari í sporthúsinu, alveg hothead, fróvarinn, Kristján Lói Sigurðsson. Hann hefur kastað kilvu. Hann bara það góður í gólfið, hann tók hringi í gær 77, sko, það er alveg góður, sko. Sko, Hjöbbi poppaði upp, en hann samt, ég hef samt að ekki síðan taka eitthvað kast, sko, kasta einhverju kilvu og eitthvað, sko. Rikki rólegur? Rikki nokkuð rólegur, sko, en hann samt ekki eðalega góður í gólfið, sko. Hann helviti góður. Eitthvað 3 eða eitthvað, sko. Samt getur Rikki mist alveg hausinn líka, sko. Ég held að þetta sé Stjáni, sko. Já. Hann getur alveg kastað kilvu, sko. Já. Og nei, hann var vinningin hana. Já. Elli Parmes, með spurningu, og hún bara 1 orð. Ég ger að fyrir að sé svona. Gilsari? Já, þetta
Þetta Brjábergi. Góð spurning. Það hljómar svo hann segja að senda með skilabóð núna. Gilsari. Arthur Máni spyr stærsta íþróttabett sem þú sett á. Og stakt bett. Ein upp á stakan leik. Já. Það Ertu seðlakall? Ég er svolítið seðlakall, sko. Daginn tók ég hérna 2 helgar röðstuðut 40-30 og eina sem klúðraði því var stjarnan fyrir mér helgin eftir, það var verið 20, þannig að ég ætlaði að smíða koncept sem er þetta 40-30-20 en þeir eyðilögðu það fyrir mér, sko. En það sem er skemmtilegt við seðlana, þetta er lítil upphæð, þannig að tapar litlu, en getur unnið mikið að dettur. Versus að fara þykkur og einn leik og þannig að, en ég held að stærstu bettin að verið þegar við förum á Old Trafford félagarnir, menn er í álfur í gýr, ég vaknað og farið á barinn í lobby og svo eftir kannski nokkuð klukkutíma og kemur, ef við ekki að setja ykkur bett á það strákar. Ég held að stærsta bettu verið, minnir að vera ykkur, við vorum á Old Trafford á United Liverpool á 5.50 á United og það lélegir, sko. Á Old Trafford. Hvernig var þetta? Ég sökka með ártöl, sko, þetta nokkur ár síðan. Þetta er bara, þetta er ekki langt síðan. Eða þú veist ekki, þetta er bara eitthvað nokkur ár. Og 5.50 United og ég seti ykkur 2500 € á það. Sem þetta er á vellinum. Ég hefði aldrei sett þessa upphæð á þennan leik nema ég var verið á the location og komið aðeins í mig, sko. En síðan dettur þetta. Ímynda eitthvað gýrin. 1,5 í vasan bara. Já. Þannig að en svo er þetta ekkert í vasan, sko. Það sem ég ætla að máli er að, þegar ég er svo þarna, að dettur ykkur bett, síðan bara frussa þessu frá mér í önnu bett, sko. Þegar ég ekki svo ég takit í hús og gera eitthvað sniðut, sko. Þetta hverfur svo bara, sko. Þetta fer ekki til barnanna. Nei, bara alls ekki, sko. En ég runni græði ekki neitt, sko. Ég var að hvað Gilsarinn var glæsilegur í settinu dag. Vá. Já. Ég veit að sútubræður hefur voru stoltir á hann. Já, eðlilega. Og þér líka, þú tápið til táar. Já, takk. Þeir eru þetta á sútup.is er að leita að starfsmönnum í hlutastarf. Mér skilst að þú þurfir samt að vera smekkmaður. Já. Þeir eru það, jú, og háar kröfur gerðar á starfsmenn og já, ég veit að þetta er ekkert hvort það gerir mikla kröfur til starfsmanna. Ég veit bara að standardin í búðinni er hár og fötin hérna eru til mikilvæg fyrirmyndar. Jaha, klárt. Það er bara þannig. Badmikki. Allir leikir úrslitakeppnar í körfuboltanum. Við erum bara komin í úrslitin núna. Já. Þannig að þeir eru allir á Badmikki og maður tilti sér hérna í gær og horfði á Stjörnuna KR. Komst ekki á völlin, Samsung völlin, það er bara ókallt. Það finnst mér bara gott að vera á Badmikki, södra gósið mitt og borða hambúrgarinn minn á Badmikki og hérna, jú, allir KR-ingarnir hafa ekki tekið Stjörnumenn. Jú, það var svo það var. Vel gert. Lengjan, settu spenn í leikin og tippa á lengjunni. David Jones, Mango, Ginger Lime Twist, við fáum alltaf ekki nóg af því. Ný, en Choco Dates, líka gott. Já, herru, ég er svolítið búin að vera vinna með upp á síkast að vera með eina Choco Dates bara í skottinu, sko, eða í aftursætinu og bara svona grípana sem viðbytt, sko. Af því ég er svona þannig kall venjulega þegar ég opna póka eins og með David Jones, ef ég opna David Jones póka, þá verði ég að klára hann. Af því að það er bara, þú veist, umbúðunar eru bara þannig. En með Choco Dates, þá tekst mér það sem mér hefur ekki tekist hingað til að því að hver og einn dala er vafinn inn í sínar eigin umbúðir. Þannig ég opna eina umbúðir, borða eina dölu og þarf ekki, ég er ekki þeim bakka klifjaður að þurfa að borða allt. Nei. Þannig að Choco Dates gera þetta vel. Frumherji með starfsemi alland og þjónusta viðskiptavinni sína á 30 starfstöðum. Heldur betur. Það er Blönduós, Krókur í Norðurlandi eins og að leggur sig, Húsavík, Akureyri, Siglufjörður. Blönduós. Já. Lukas Leó spyr hvaða grín er þetta verð 3.990 á mánuði og maður kemst í Prime Bleu Poop form. Í rauninni bara, þetta er svolítið sama og því eins og hana 2007 því bjóð til fjárþjálfunina. Nú er ég hérna með fjárþjálfun sem er 19.9. Það er samt uppað sem ekkert allir ráða við, skilur. Og Íslendingar eru í slæmustandi margir. Ef ég get hjálpa fólki að meiri líkur á að taki fleiri æfingar og kemur til þessi appið á mér, eða meiri líkur á því, þá er ég að gera a good thing hana, skilur. Og þetta er 3.990 og ég fara ekki eitthvað autoprogram, ég les meili frá þér, ég les spurningalistan, ég vel hvaða program ég set á þig, þannig að þetta er ekki bara eitthvað random shit, skilur. Og sumir æfa heima, sumir æfa ykkur gimmi erlendi, sumir í vörgla, sumir í fáshúsfyrir, skilur hvað þið bara. Þannig að
mér langaði bara að smíða ykkur vöru sem allir hafa efna á. En þetta ekki þannig að þú sænaði inn 390 mánuði og það bara eitthvað eiga-prógram sem mætir sett. Ég les öll ég bara fer yfir allt. Það rosalega. Bara, en þetta ég ætla að gera svo lengi. Já. Ég sé strax bara að ég les listan frá þér, hvaða típa ertu, ef ég fæ mail frá þú kannski á hæsta level í körfu á Íslandi eða eitthvað, þá þurfum við að annað prógram að þú sendir mail á mér. Ég hef aldrei farið í gym á æðminni og ég get æft einu sinni í viku. Eða þessi æfir í bílskotnu heima, hann með 2 handlóð og búið. Þannig að þetta myndi aldrei virka ef þetta færi bara sama plani, skilju, ef þú ert heima með 2 handlóð eða þessi kemst í vörklass, þetta er ekki sama koncepti. En hvað ertu harður bara ef að fólk ekki að fylgja prógraminu? Það er bara á þeim eða, þú veist? Ég er bara ógeðslega þolinmóður sama með þetta, ég veit að fólk mun detta út og missa dampinn, en aðalatrið er bara ef við getum komist back on track, ef það eigur líkunar að þau takir æfingar. Það er eiginlega sigur, sko. Þannig að og það flestir einhvern veginn byrja janúar að krafti, allt og harkalega, dett út, en ef við getur auki líkunar á því, að einstaklingur takir fleiri æfingar, þá verður hann heilbrigðari. Þá er þetta sigur. Klart. Bjössi Lex spyr hverjum þarf ég að múta svo Öddi takir Jackson á Akureyri? Djöfull hefði. Ég hef ekkert eðlilega gaman ef þau blöðpúp hendur í Jackson. Djöfull hefði gaman ef. Yfirleitt er það þannig, ef það er eitthvað, ef þetta hvetja blöðaran, ef það er eitthvað catch, það er eitthvað í gangi, ef við gerum þetta næst, ertu til í Jackson. Þá finn ég alveg okkar maður alveg til í, hafið séð hann taka Jackson? Já, ég sé það. Það sturlað konsept, það kastar hattunum og snýst hann í loftinu og tekur hann hanskan og þetta er, ég þakka bara að kella þessu meistaraði fyrir þetta. Ég ætla bara að vinna þessu bara á morgun. Ég er bara leiðið labbaðið út. Já, svo er þessar rittarspurningar. Maður veit aldrei alveg hvað maður hefur þá. Nei. En hvernig var það þegar Öddi skreið til þín nakin, graður og reiður? Hvernig leiðir? Já, amerísku drömmun. Leiði ekki vel. Öddi labbar hann labbar í svefni. Ég held að hann vakna einhvern veginn að keyra upp Ártúnsbrekku sofandi, og hann hefur vaknað bara bak við sófan heima og hann díla við hann labbar í svefni og ykkur rugli. Og hann vil meina, hann spilar því kortið þarna, hann hafi verið svo sofandi. Ég vakna og blösi yfir því miður allsbyr. Það hefur geggjað myndi ekki vera í því, þegar við erum 2 saman í herbyggi, það var mjög næs. Eða bara að gera undantekningu fyrir reglu og sofa í stöðbuxum eða eitthvað. Hvernig væri það? Með kallmanni, og ég sagði blöð, en að breyta reglunni og við nærbuxum. Nú eru bara 2 félagarnir, en það er eitthvað möguleikin. Svo bara labbar hann í svefni, raður og velgreiður og graður, svo sem meistari bent á. Og ég hrekki út og bara vakna, sé að standa til, hvað það gera? Og hann, einhverju vakna, hvað þú að gera? Ég sagði, hvað ég að gera? Svo labba hann tilbaka og fyrir að sofa. Það var hrikalegt atriðið, En sem betur fyrir bara, endaði þarna einhvern veginn, það fór ekki meira með sig. Besta actionmynd of all time fyrir utan Predator og Tango and Cash? Shit, þetta grínast, þetta er góð spurning. Hvað snillingur stendur þessi inn. Besta actionmynd fyrir utan Predator og Tango and Cash. Commando náttúrulega er ofalega þarna. Expendables myndirnar rosalegar, við erum alltaf með Rambo. Þetta grínast, Þetta er erfitt, Ég set Commando á þetta. Það margir, það sem góð actionmynd verður að hafa er one-linerar. Þú vilt eitthvað gæði sér drepinn og gæðin segir eitthvað fyndu eftir á. Það er alveg sama hvern Arnold drap í Commando, hafa með comedy á því hvernig einasta drap. Alveg sama hvernig hann drap og kom með góða línu eftir á. Þannig að eins og það kastaði röri af gæði sem heit Berg, kastaði röri gegnum bringun á honum og kom svona gufa úr rörinu. Let up some steam, Bennett. Þetta er, það náði hámarki hérna með Commando. Þú er ekki séð Commando og mælið að fara bara í kvöld, poppir og neglir henni í. Já, ég getur þetta hendinni tekið með kunni. Hvað þarf ég að bróka til að fá spurt og svara aftur? Þegar ég sting upp á því, ég stingi reglu upp á því, við blöðu. Hann er ekki hrifinn að því. Ég þarf að taka bara þegar blöður í frí. Þegar hann dettur í frí og það stundum eru eitthvað erlendis og eitthvað og kemur eitthvað inn. Þannig að ég þarf að taka það blöð er ekki. Það er minni uppáhaldsliður. Gils, það er eitt sem ég glemt var þetta í Kanaríferðina. Leifur tók konu með sér sem hann búin að vera með í 3 daga. Það er rosalegt.
og það er bara vel gert sko. Já, og þau eru ennþá saman í dag. Það er líka rosalegt. Já. Það er enda gegn, maður er kannski giska á þetta væri eitthvað svona bara kanar í ferð og búið sko, en það er búið að ganga vel. Já, bara ganga eins og sögu sko. Það er rosalegt. Ég er enda, virðist vera eini maðurinn í þessari ferð sem hlóð ekki í barnana, en Nei, kemur næst bara. Allir í grisling? Já, þú ert ekki tilbúin í það. Nei, já, þú Þú ert ekki tilbúin í það. Gefum þessu ár. En samt þetta var bara vel spilað hjá þér að taka það með í Kanari, enda saman. Já, þetta var mikið var gaman. Komið hálft ár núna, það voru manni í Kanari, það var ekkert eðlilega góð ferð sko. Góð ferð. Það óskar sem að bara, það getur bara sent mail, hörðu, sami hópur og var þetta segja svona, brúðkaup. Já, þetta er bara einhvern veginn party aftur og sama location. Þú sagði það minna og nú leitni það. Hver að gefa nýtt Muscle Boy lag með alveg hardcore techno? Þetta er líka geðveik spurning. Sko, ég er með svona, ég er ekki að ljúga, svona 5-6 lög klár, en hérna, sitt á þeim einhvern veginn og ég veit ekki, það er bara detti ykkur smá gýr til þess að neglast út, en við vorum að ræða strákanir að við ætlum að gefa svolítið út fyrir Vestlumækina fyrir sumarið, þannig að mér finnst líklegt að ég negli kannski einhverju comedy Muscle Boy lagi sem ég er eitthvað öskrandi eitthvað bull og kannski remix á einhverju gömlum slagar líka. Nafnlaus hérna, er Kristinn Pálsson virkilega svona mikill kynlífsvíkill? Já, það er bara einfalt svar, sölumaður í sporthúsinu og það er graðasti vinur minn alveg og á marga sem eru graðir sko, og hann að hérna Kristinn Pálsson er klálega þar en mjög skemmtilegur og hérna mætir í vinnu klukkan 11 og fyrir klukkan 2:30 þetta er luxuslíf sem hann lifir og hann lappar inn klukkan 11 með úfið hár og hann er nákvæmlega einst núna og þegar hann var 20 sko, sem ég elska þannig að hérna, já, ég ekki staðfest það. Nóni Kristján spyr, rauðaspjaldið á Fáskursfirði situr það ennþá í þér? Já, þetta er alveg meistari. Það situr ekki í mér sko. Eins og ég sagði, ég var svona áhugalaus í fótbolta. Ég mætti hann bara på félagskapin og þarna var ég að bakka upp félaga minn sem var sófateklaður. Já. Þannig að það var góð hugsun bak við þetta, rauðaspjald. 100% og það verðskuldaði bara rauðspjald. Það ekki? Elnor Mali er næstur. Það sem fáir vita er að Egill var hágjaða leikmann í knattspyrnu. Var hábúnturinn árin í Haukunum og æfandi stjórn Willums og fá að æfa með Elnor Mali. Topp maður hann Egill, segir hann. Já, sko. Það var drullu gaman á Haukunum, sko. Það ég ætlaði mikill Willum, ég elska Willum út á lífið, sko. Hann var alltaf bara að kenna mér bókfærslu í MK og ég var alltaf langslagasti nemandinn hans í bókfærslu, sko. Og það ég var áhugalaus nemandi í MK ég fattaði það bara eftir á að við skamna að læra hluti sem ég hef áhuga sko. Þegar fór ég í HR og læra íþróttafræðina og hérna þá hlakkaði mig til að fara í skólan en MK í bókfærslu ég bara var ekki að finna með það sko. En allavega hana Willum er eðlilega góðu þjálfari og Elnor Mali var klárlega alltaf bara kóngurinn hana í Haukum á hans tíma langbestur reif kjaft, let menn heyra það og svo stjórnaði hann öllu hann inn á vellinum sko og utan valla líka og alveg businessmaður í dag hann að það er allt rétt sem hann normali segir. Já. Hvort myndirðu? Já, hvort myndirðu? Þetta er hvort myndirðu, já. Vöðvingin sköllóttur for life eða ná aldrei meir en 73 kílóum í bekk? Úff. Ég má ekki fætti Tyrkland sann að hann og guði. Nei. Það er ekki búið. Sko ég var að koma úr strípum hjá Rópa bara gæl sko. Bara skemmtilegt sem ég gerir sko. Þegar hann setur mig í hitan og hettuna og ég þarf bara að taka þetta á mig. Ég þarf bara að repsa ég bara 70 kílónum og þú verður bara að hafa það. Ég get ekki verið sköllóttur. Jón Steinar spyr tróttu þessu upp í 3-3 á manninu sem fears no changes. Já, það er eitt. Það er ég. I fear no change. Það er bara hárið til honum. Það er ekki áhættum ári. Ég hef ekki sagt það leyndar í útvarpinu svona 10 ára. Þessu hlusta lengi. Þessu hlusta mjög lengi. Já, nú þarf Gilsarinn að opna sig. Hvað í lífi Egils hefur gefið mest í aðra hönd? Fjarþjálfurinn FM 95 blöð, fjárfestingar eða blöðkastið? Góð. Ég ætla að byrjaði með þjálfurna 2007 og búin að vera að vinna með raskatið síðan ég launchaði því, þannig að það er klálega the winner þarna. En
en svo bara, en ef þú myndir fara í monni deilt í klukkutíma sem farið það, þú veist, þá alltaf pakkar blöðkastið og FNÍ blöð því saman, sko. Ég skilur, þú veist, út af því að þetta er svo mikil tími sem fer í þjálfurina versus að, þú veist, launin sé með, ef þú veist, tekjurnar hinum megin með tími sem fer í það alltaf bara tjók, sko. Kannski eitt, og ég tók þetta alltaf seint í þættinum, en síminn að taka yfir sín, þeir að taka yfir, hlaðvarpsveitina tal og annað. Hvað gera blöðbrósa þá? Já, ef það fyrir í gegn, ég menna það virðist ekkert fara í gegn í dag, sko, en Nei, ég veit að það er kannski að samþykja það fyrst, en sko við bara vitum í rauninni ekki neitt, sko. Nei. Sko, ef við förum yfir til símans, þá bara, veist, mætum við bara gýr þar og mætum alltaf í vinnuna, það allir í fríi og við mætum í gýr og eina sem er kannski aftur komið ljós er að hvernig það verður ef að, út af því að síminn er að taka yfir sko útvarpið og podcastin en ekki sjónvarpið og strákarnir náttúrulega eru veist, launþegar hjá sín og eru veist, já, með sjónvarp líka sko, þannig að veit ekki hvernig það verður sko. Nei. Þú veist, út af því að ef að síminn tekur við sko og ef að þið taka ekki sjónvarpinu yfir sko. Nei, þannig að þeir eru ekkert byrjar að pæla í þessu. Nei, við bara vitum ekkert sko. Nei. Og það er hreinskilið svar sko. Það er komið ljós sko. Já. Ef að María Björkar hlusta sem er góð vinkona okkar fóstari símans þá mun hún nota þessa gullgerðsemi í að gera eitthvað góða hluti. Já, við munum mæti gýr, það er bara og það er í fríi þá erum við í vinnunni, það er bara við lofa henni því. Það var gott screenshot sem Blöðurinn sendi daginn. Blöðurinn sagði, heyrðu þið líklega í fríi 1. maí? Góður. Góður. Það er maður alltaf byrjuð því. Góður. Óli Malli spyr þyngd og prósenta hjá Gilsaran. Ég er búin að dansa svona frá 88, 89-ish í svona langa tíma sko. Og ég er alltaf eins einhvern veginn, veist, frá 10 upp í kannski 14, veist, en ég er eldsnöggur niður, veist, ef ég þarf að, veist, ef hann segir mér að leinlöka tökur eftir 2 vikur, veist, þá er ég snöggur hann niður í 6-7 sko. Ég þarf. Nei, á 2 vikum? Já, ekki 2 vikum, veist, það er smá-íkt, en þetta er svo auðvelt sko, þetta er bara svo auðvelt. Hvað gerir þú þá? Ofta svo gerir þetta, þá er þetta bara einhvern veginn, veist, að svo leiðilegt að segja, fólk sem á hlusta að svo auðvelt að kötta sér niður, en það er, þú er búin að gera þetta svona oft sko, þú veist, það er þetta ekki flókið sko. Ok, sorry, ég verð að spyrja, ok, hvað gerir þú þá? Þú hefur 2, 3, 4 vikur? Já, þú veist, þetta er, þá ætla bara að skrúa kólvetnin hressilega niður, þú veist, undir 100 gram af kólvetum á dag og próteinin tekur vel upp og tekur lengri æfingar, bæti kardjón inn og þetta gerist heldur hratt þá sko. Og nammidagarnir fækkar þeim, þú veist, þannig að auka kardjó hér og þar, hörðu, ég fyrir út í göngutún í 40 mínútur, veist. Það er ef það er stress, en veist, fyrir almenna borgara sem er ekki að drífa sig, veist, þá ertu auðvitað ekki þessu, skil. Þá ertu bara að hugsa long term. En ef að ég fæ símtal, veist, það er eitthvað myndataka eða eitthvað, það er álfur standi og hefur 5 vikur, þá þarftu alltaf að gefa í, sko. Þannig ég passa alltaf að hleypa mér ekki of mikið upp í prósentu, ég er alltaf í fínu standi, skiluru, ekki skafin hennar beini, en fín. Já, þú talið í fínu standi, sko, eitt að lokum, þegar ég veit að Leifur að koma síðuspurningu kvöldsins eða dagsins, sko, við spurjum marga blöðar, Steinda, Sveppa og þeir koma þetta og segja bara, er þetta að vera að fyndin alltaf dag og eitthvað, en að vera Egill Gils Einarsson, Gilseneggarinn, Gils getur ekki verið feitur. Þú þarft að vera alltaf í standi. Þetta er þetta great question. Ég held bara að sko, ég var alltaf mjög Gils getur ekki verið feitur. Ég var alltaf mjög grannur sem kid og ég þarf að hafa fyrir því að þingja mig, sko, álfur vinna, sko. Já. Og þegar ég fer erlendis og segir missi kærulaus, þá kem ég heim léttari. Ég er að díla við það, sko. Ég kem aldrei heim þingri. Okay. Ég þarf að hafa fyrir því að halda mér í vekt, sko. Þannig ég er bara að díla við það, sko. Já. Þannig að það er ólíklegt að ég myndi lendi því að rjúka upp á viktinu og ég stundum öfund að hljóma aðstæðanlega fólk sem að, einhvern veginn það bara út og þingist, sko. Ég er óþólandi að fara í frí og koma heim léttari, sko. Ég þarf að minna maður að geta, skilurðu, alltaf að rífa í játnin að stroppa viktin. Já. Það er svolítið þreytt, sko. Já. Ég held sko með að loka spurningunni í kvöld. Hún er frá Auðunni Bra við okkar. Já, 1-1. 1-1. Það var akkurat spurningin. 1-1 eða 2-1? Hvernig ég elskar meira, Auðun með 1 eða Auðun Blöndal? Ég elskar það báða, sko. Auðun með 1 er serial entrepreneur, sko. Hann fær 10 hugmyndur á dag, okkur business venture, sko.
En Auðun Blöndal alltaf búin að vera einn af mínum bestu vinum núna í 2 áratugir, sko. En ég myndi alltaf kasta Auðun með einu undir rútuna, sko, ég þyrfti það, sko. En ég elska að báða alveg út af lífinu. Sko, Auðun bauð mér í fyrstu giftinguna erlendis. Búin að tuði yfir því í mörg ár. Loksins fekk ég að fara út. Þannig að erfitt að gera upp á milli. En ég vil blöð samt. Já. Og troddu því upp í eitt. Ég veit að hann klippir þetta og eftir. Klippti þetta bara út. Egill Einarsson, takk fyrir daginn og Þvílík takk fyrir veisla. Vá, takk.